endilega. Ágæta sjálfstæðisfólk, verið hjartanlega velkomin hingað í Valhöll í kvöld. Þar sem við ætlum aðeins að fara yfir heimavinnun okkar, erum við að sinna henni. Ég heiti Þorgerður Anna og verð fundarstjóri. Ég er skólamanneskja, búin að vera skólastjóri hjá Hjallastefnunni í 7 ár og starfa þar á undan í Garðabæ í því ágæta skólasamfélagi. Og þessi málaflokkur er mér mjög hugleikinn. Við vitum að það er mikil umræða núna búin að eiga sér stað í samfélaginu. PISA er að kollvarpa öllu. En við verðum auðvitað að muna að PISA er bara einn mælikvarði af mörgum. Passa okkur að detta ekki í sömu gryfju og Danirnir og ætla að kollvarpa skólasamfélaginu til þess að þóknast PISA. En ég ætlaði ekki að vera hér með erindi, en ég hveti ykkur samt til þess að lesa pistil frá bæjarstjórnunum mínum á morgun, þar sem hann ræðir stærðfræði árangur garðbænskra barna á heimsmælikvarða í PISA. En í kvöld er komið öndvegisfólk. Þorbjörg Helga ætlar að fara svolítið yfir þessar niðurstöður og hvað þær geta kennt okkur. Síðan mun Jón Sigfússon frá Rannsókn og greiningu við Háskólann í Reykjavík fara yfir svona jákvæða þætti undanfarinna ára. Síðan hefur Ragnar Pétursson, kennari við Norðlingaholtsskóla, verið að fara ótrúnarslóðir í nýjum kennsluháttum og hann er svolítið að horfa til framtíðar. Hvað getum við gert? Og svo eru blikur á lofti í Reykjanesbæ. Þar er árangur stígandi. Það eru góðir hlutir að gerast þar og hann ætlar að segja okkur hvernig þróunin hefur verið þar. Þau munu hafa svona 20 mínútur hvert til þess að segja frá sínum hjartansmálum. Síðan tekur pallborðið við og þá bætist í hópinn því að menntamálaráðherra mun þá heiðra okkur með nærveru sinni. Þannig að þá býð ég bara í pontu, Þorbjörg og Helgu, gjörðu svo vel. Þið ráðið hvort þið sitið hér eða sitið og horfið á þær glærur sem að verði í boði. Gjörðu svo vel. Góða kvöldið, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir heiti ég og er borgarfulltrúi. Ég er eins og Þorgerður Anna mjög upptekinn af skólamálum og þau eru mitt hjartansmál og hafa verið frá því að ég var nemandi held ég bara. Og ég er með BA-gráðu heima í uppeldis- og menntunarfræði og sálfræði saman og svo meistaragráðu í námssálfræði og gerði frekar fína rannsókn að mínu mati áhuga hvern barna og hefur verið mjög upptekinn af þessum svona heila þroska og þessari þroska sálfræði hjá börnum í gegnum tíðina. En nú ætla ég að reyna að finna Skúli, hvar er kynningin mín? Valhöll 11. desember. Það er móðum bara. Það var ekki með þá. Kannski bara byrja aðeins og segja ykkur frá því að þegar ég akkurat fyrir 20 árum að þá var ég í Bandaríkjunum svona sem au pair og nældi mér með þessi eiginmann á því ferðalagi. Þá man ég rosalega eftir því og þið munið örugglega eftir því líka að hafa verið að monta mig af Íslandi, þið gerir þetta örugglega öll í útlöndum. Og ég man að ég nefndi alltaf að allir Íslendingar kynna að lesa. Og það þótti vera mjög mikilvægt og merkilegt mál í Bandaríkjunum, en það voru þeir alls ekkert á þeim stað. Og mér langaði líka bara að nefna þetta því að í dag erum við ekki að tala að fólk kunni ekki að lesa, bara svo það sé alveg skýrt þegar að vera að tala að 30% af drengjum lesi ekki, sér til gagns og gamans, þá þýðir það ekki að þeir kunni ekki að stama sig í gegnum texta eins og þið heyrið eitthvað lesa, heldur skilja þeir ekki innihaldið af því sem þeir voru að lesa. Það er alltaf eitthvað tæknilegt. Hann er þetta. Frábært. Takk.
Ok, stafirnir eru svona eitthvað smá skrýtnir, þetta leit voðalega vel út heima á makkanum mínum. En þetta var sem sagt spurningin mín, eru við eitthvað að leiðin í áttina því að vera ólæs bókmenntaþjóð? Nú setjum við gríðarlega mikla peninga í að vera bókmenntaborg Reykvíkingar. Í rauninni setjum við 300 milljónir á ári í það og erum á móti að loka bókasöfnum borgarinnar og sérstaklega skólabókasöfnum. En ég ætlaði nú ekki að tala um það, ég kom niður til að tala um PISA og vera með smá fyrirvar um PISA. Auðvitað er PISA ekki einhver ein og sér mæling á hinu ágæta skólakerfi. Hins vegar vil ég ekki taka undir þau orða að þetta sé léleg mæling eða hún mæli eitthvað skrítið eða að einhverju hafi verið fjarverandi í sumum löndum og þess vegna sé hún ómarktæk. Þetta er mjög marktæk mæling á árangri þjóða. Þetta er mjög góð rannsókn. Það er hægt að skoða mjög margt. Það er hægt að leika sér og dýpka sig og skoða þetta þangað til að maður ærir óstöðan alveg bara. En er tekin á Íslandi á hverju einasta 15 ára barni, þannig að öll íslensk börn taka þátt. Ég vildi bara svona vera með smá fyrirvar um þetta, en það sem er gott núna er að nú höfum við 4 mælingar allavega í íslensku sem að sýna okkur á undan hvernig þetta hefur verið að fara og þetta er mynd sem þið hafa örugglega séð undanfarnar daga og undanfarnar viku. Þetta sýnir okkur að við erum ekki að leiðina upp að neinu leyti. Við stóðum í stað, sko, tölfræðilega var ekki mikill munur síðast á milli síðustu 2 mælinga en við fögnuðum hér mikið og sátum heima bara yes, við erum á réttri leið en greinilega er það rangt. Við erum ekki á réttri leið og við getum líka horft að því að nú er meðaltal PISA innan OECD-landana í kringum 500 og í rauninni kom mér ekkert á óvart að við værum í kringum þetta og værum að versna heldur vegna þess að við höfum verið að skoða og samræmdu prófin og við höfum verið að dragast svona niður, meðaltalið hefur verið að lækka og þetta ólæsi drengja hefur ekki verið að batna. Þannig að það kemur ekkert á óvart við séum að fara þarna niður og ég verð að segja svo að það var ekkert sem að kom mér sérstaklega óvart. Þetta hins vegar sló þjóðina og við þurfum að ræða þetta og það sem ég hef lagt áherslu á við Illuga Gunnarsson menntamálaráðherra sem kemur hérna aftur er að það megi ekki gera fleiri skýrslur. Þetta gengur ekki lengur. Við eigum skýrslur hvert einasta PISA ár sem hafa ekki komist til framkvæmda. Og þar með talið var þegar ég var í menntamálaráðuneytinu að vinna fyrir Þorgerði Katrínu, rosa fín skýrsla með þess að tekin þessi kynjamunur og ákvarðanir eitthvað hvað þyrfti að gera, en það var akkurat ekkert gert. Það var farið í nokkra skóla og talað þetta og svo talað eins meira og svo var bara ekkert gert meir. Og það er það sem ég legg áherslu á í þessari umræðu. Þetta eru 5 atriði sem hafa komið fram og verið svolítið skýr í þessari umræðu að mínu mati. Það er lesturinn sem ég fór aðeins í hérna áðan og það er búsetan sem hefur greinilega mjög mikil áhrif af því að það er búið að taka út bakgrunnsbreytur eins og bakgrunn foreldra og stétt og stöðu. Og síðan kemur í ljós að afburðanemendum fækkar verulega og strákarnir eins og við fórum aðeins í og svo líðaninn. Þetta eru mjög undarlegi stafir eins og íslensku stafirnir hafa einhvern veginn beðið meira pláss í þessu hjá mér. Skoðum fyrst lesturinn og þið verðið eiginlega bara að segja stopp ef þið viljið spurja inn í þessum myndum. Ég held að þessi langbest að hafa erindi þannig ef að fundarstjóri leyfir. Þetta er, ef þið sjáu þetta ágætlega, það eru brotalínan er þeir sem eru í öðru þrepi, fjórða þrepi eða ofar, þetta eru bestu nemendurnir, þeir sem eru í línunum, þessum brotalínunum og síðan eru hina línurnar, verstu nemendurnir eða þeir sem eru undir þrepi 2 í PISA. Þetta eru krakkarnir sem við segjum að séu ólæsir og þeir sem séu bara hreinlega ekki komið með neina stærðfræðitekningu til þess að komast áfram og ég minna á að þetta eru 15 ára krakkar. Grænt er náttúrufræði, rautt er stærðfræði og blátt er læsi. Og þetta er dálítið áberandi glæra mínu mati sem sýnir okkur það að við erum aðeins að taka á í neðstu þrepunum, við erum eitthvað að gera rétt þar, við erum eitthvað að styðja við þá krakka sem eiga erfiðast, en við erum að missa fleiri
niður og við veitum ekki hvort það sé á kostnað þeirra, en það alveg hægt að spyrja þeirra spurningar. Að bestu nemendurnir, þessi sem eru í efstu 2 þrepunum, þeim fækkar. Sigurður. Ef ég skil myndina rétt, þá heila bláa línan sem efst. Já. Hún sýnir hlutfall þeirra sem eru í öðru og fyrsta þrepi. Nei, 4., 5. og 7. þrepi. Heila línan sýnir sem sagt bestu nemendurnar og brotalínan verstu nemendurnar. Fyrir ekki öfugt, lesskilningur hjá verstu nemendunum er hérna heila línan. Þannig að þeim fjölgar sem eru lélegir. Já, þeim fjölgar sem er lélegir og þeim fækkar sem eru góðir. Þannig að við erum eiginlega að gera hvort tveggja við. Já, enda er meðaltalið að lækka. En við erum samt ekki eins sem ég sýndist á tölunum að hlutfallið, hlutfallið er að fara úr 9% niður í 6% af þessum sem eru bestir. Og nú veit ég ekki hvað þið sjáuð af þessu. Þetta er bara það sem ég var að vinna í dag og ég ætla að fá að hafa fyrirvara á þessum tölum, en ég lá aðeins yfir þessu í dag og við Illugi hittumst á öðrum fundi í dag og vorum að skoða þetta. Lestur, skrift og bókmenntir, ef við skoðum bara hvað við erum að eyða miklum tíma í þessu fög miðað við önnur lönd, að þá er eina sem er áberandi að það er lestur, skrift og bókmenntir öðruvísi en hjá öðrum. Og þá er ég að tala um meðaltal OECD. Við erum líka langt færri stundir með heldur en hinn Norðurlöndin, en nú er erfitt að segja að Norðurlöndin sé að gera eitthvað mikið betur en við. Það er allir að fara niður í Norðurlöndunum, bara svo við minnum á það. Þannig að hér kemur í ljós að á yngsta stigi náms, sem er að mínu besta viti upp í 12 ára í þessari skilgreiningu, 6 til 12 ára erum við eyða 17% tímans í lestur, skrift og bókmenntir á meðan að meðaltalið 26%. Þetta er sláandi munur sem ég held að þurfa að rýna aðeins betur. Þetta er tölur frá 2011 og mér skilst að þetta hafi ekki breyst síðan. Og félagsvísindi, erlend tungumál og stærðfræði er ekkert ólíkt hérna meðaltölunum og þetta er ekki mikið öðruvísi á unglingastigi. En það er það sem við vitum varðandi lesturinn, svo ég stingi þín aðeins inn, að lesturinn, við sjáum hópinn sem á að eiga eftir að erfitt með lestur alla sína tíð í grunnskóla strax í 5 ára bekk. Við sjáum þau aftur í 7 ára bekk. Við sjáum þau einu sinni enn í 4. bekk og þá er hægt að kenna lestur og lesskilning formlega. Svo sjáum við þau aftur í 7. bekk og svo útskrifast þau og læs sér til gagns, þessi strákar sérstaklega og eitthvað bregst á vegferð þessara barna til þess að verða læst til gagns. Hér kemur aftur hlutfallið á hæfniþrepunum. Það er sem sagt hægra megin er það hæfniþrep 5 og 6, þeim fækkar, hlutfall nemenda undir hæfniþrepi 2, þeim fjölgar. Já. Hvað hefur það að segja að hætta að kenna lestur og lesskilning formlega í fjórðu? Aðalnámskrá, formlegu lestranámi er lokið, já, auðvitað lesa þau, en næsti kennarahópur, já, hann gefur sér að það sé búið að ná tökum á þessu máli. Og það er verið að ræða þetta bara núna inn í kennaraháskólanum, hvernig þetta þurfa að breytast þetta viðhorf. Nú ætla ég aðeins að stökkva inn í landsbyggðina. Ég hef verulegar áhyggjur, Reykvíkingurinn og borgarfulltrúinn hef verulegar áhyggjur af þessum tölum sem komu fram í þessu PISA-samhengi. Þegar Reykjavíkurborg er frá 2003 til 2012 að detta niður 30 stig á PISA-skalanum sem ég finnst alveg hrikalega mikið, að þá eru landsbyggðin alveg að fara í 50 og eitthvað stig í mun á þessum 10 ára tímabili. Þetta er stærðfræðilæsið sem þið sjáið hér og þið sjáið Suðurnesin og Vestfirðina og Norðurland vestra. Þið sjáið þetta er alls ekki, og þetta eru stórar tölur þarna á milli, það er ekki verið að ýkja hérna neinar tölur. Þessar línur eru bara næstu í þráðbeint niður. Þið sjáið hérna að Austurlandi með -60 stig sem er alveg svakalegt.
Og aftur það búið að taka inn í þessar breytur stétt og stöðu foreldra, þannig að eitthvað að gerast sem að bendir til að við þurfum að það eitthvað kerfisbundið að í skólanum sem að hafa þessi slæma áhrif. Og það sem okkur dettur fyrst í hug, og ég hugsa að þeir sem mörg með einhverja skýringar, kennarinn í stofunni. Og þá fyrir maður að hugsa, það fagmennskan, ekki fagmennskan per se sem kennari heldur, faggreinakennslan sem að. Og ég búin að liggja dálítið mikið yfir samræmdu prófunum og það mjög erfitt að nálgast öll þessi gögn, en ef maður pikkar upp úr PDF-formum frá námsmatsstofnun og þá getur maður fengið ágætis yfirsýn yfir hvað að gerast og þá sést alveg rosalega skrítin mynd þar sem að Reykjavíkurborg í svona 20. til 25. sæti í samræmdu prófum af sveitarfélögunum í 4. bekk og 7. bekk. En svo einhvern veginn hýfur hún sig gríðarlega hratt upp á unglingastigi. Og ég myndi segja að þetta væri einmitt það sem við erum aðeins að horfa á. Reykjavíkurborg nær einhverju hluta vegna og vegna stöðu sinna og nálæðar við háskóla og svo framvegis að vera með meira að faggreina menntuðum kennurum. En ég myndi allavega spá fyrir að þetta væri breyta sem við þurftum að virkilega skoða. Og þá kannski hoppa ég inn í eitthvað annað sem ég ætla að segja á eftir, en það eru rannsóknir komnar, doktorsrannsóknir sem sýna það að stærðfræðikennarar eru að koma út úr námi í Kennaraháskólum Íslands, menntavísindasviði Háskóla Íslands, ekki með sjálfstraust né þekkingu til þess að geta skýrt út fyrir nemendum hvers vegna aðferðin eins og hún Og nú erum við að keyra inn nýja námskrá sem að felur í sér að all börn eigi að vera með hæfni viðmið, ekki lengur svona markmið og ég ætla nú ekki að fara út í þá sálma, ég var konar skonar á því, en það þýðir að kennarinn þarf að geta skýrt mjög vel út svo að einhver annar geti skilið og ef að þessir kennara sem vísa í þegar þeir eru spurðir hvers vegna reiknar þetta svona út, þeir svara eiginlega allir 80% svöruðu vegna þess að ég fekk þá kennslu í grunnskóla sjálfur sem þýðir að það eru yfirfærsla úr grunnskóla yfir í kennaranámið sem að duga þeim sem kennari en ekki kennaraháskólinn sem að vinna með þetta og þetta þýðir það að kennaraháskólinn þarf verulega að fara að skoða og ég veit að Illugi Gunnarsson ætla bara hreinlega að fara dálítið grundigt í það mál. Aftur landsbyggðina, hér eru bestu skólarnir í 4. bekk í íslensku, einstakir skólar, þetta eru 5 ára meðaltöl, aftur PDF plokk upp úr námsmatsstofnunar skýrslum. 5 ár eru marktæk mæling, það mjög marktæk mæling. Ísaksskóli af þessum 5 árum var með 3 ár í 40. Og það rosalegt, meðaltal landsins 30. Svo dettur inn þessir gulu skólar eru allir á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta í raun á skjön við það sem ég sagði áðan. Ég var að vísu bara að skoða Reykjavík þegar ég var að segja ykkur frá því að Reykjavík hífi sig upp í gagnfræðaskóla. Ég skoðaði bara borgina, en eitthvað þurfum við verulega að skoða hvernig landsbyggðin stendur sig. Og ekki bara horfa til sveitarfélaganna og segja þau að gera þetta. Ég vil meina að menntamálaráðuneytið þurfi virkilega að rýna og koma með aðgerðir inn í þessi sveitarfélag og hjálpa til. Þið sjáuð líka á hægri hönd ykkar, þarna eru meðaltöl sveitarfélagana sjálfra. Og svo ég taki það nú fram, ég veit að nýjustu tölurnar, svo ég segi það nú alveg skýrt, hjá Suðurnes sem eru betri heldur en þar eldri, hjá þessum yngru krökkum og við hlökkum öll til að sjá hvort að það hjálpi ekki það frábæra átak sem þar í gangi varðandi lestur. Þetta nú ég alltaf verið viltus átt fyrir geð. Svo ég verið nú pínu jákvæð, þá frábærar fréttir þarna varðandi viðhorf 15 ára nemenda til stærðfræði, af því að við höfum verið með dálítið svona mikla umræðu undanfarin ár stærðfræði og vandan við stærðfræðikennslu og svo framvegis og þetta sem ég var að nefna með kennarana. En þarna kemur mjög skýrt fram að nemendurnir eru mjög jákvæðir og þeir koma mjög sterkir
í gegn með jákvæðni gagnvart stærðfræði. Þau eru meiri áhuga að hafa farið upp í því undanfarin ár. Þau eru með sterkari sjálfsmynd, minni kvíðar gagnvart stærðfræði og þau sjá hagnýti þess að vera góður í stærðfræði. Og trú á eigin getur svona í meðalagi, hún mætti nú alltaf vera aðeins betri en mér fannst þetta vera mjög góður punktur sem að verður að halda til haga, auk þess sem að við höfum heyrt að í skólabragurinn allur er mjög góður á Íslandi. Ég hef hins vegar bætt við, það er ekki nóg að vera með skólabrag ef árangurinn er ekki í lagi og árangur og skólabragur hljóta þurfa að tengjast betur og kannski finnst sumum leiðilegt að fara í próf og erfitt og kannski elur það á einhverjum kvíða en til að ná árangur þurfum við að vita hversi krakkar standa. Aftur inn í kennaranámi, ég var svo sem búin að segja það sem ég vildi segja þar. Ég er mjög hlynnt þeirri umræðu sem er að hefjast og fékk í gegnum landsfund breytingu á menntamála ályktuninni þess efnis að það væri hægt að taka hlé eftir 3 ár og fara í starfsnám eða fara að vinna og fá eitthvað svona diplóma og fara aftur inn vegna þess að reynslan er svo mikilvægin í þessu námi. Að 5 ára námið fór af stað og fór í farveg í miðri sameiningu Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands og til þess að sameiningin gengi vel að þá fór þetta í svolítið svona skrítin gír allt. Og þetta þarf að brýna mjög mikið og ég held að við verðum svolítið að kalla á eftir mikla breytingar. Það var ekki bara skólanaðgreiningar síðustu 10 ár, það voru samfell á milli skólastiga og svo voru keyrð niður fög. Við erum búin að keyra, ég lærði algebru í 10. bekk eða 9. bekk sem þá var. Algebrun er núna algebrun er núna í 12 ára. Þannig að þeim getur rétt ímyndið ykkur hvað er búið að keyra mikið í námsefni niður. Þannig að fagkennaran þurfum við að efla. Þetta er eitthvað sem ég held að skilja svolítið eftir hjá okkur, við getum rætt kannski spurningum á eftir, en þetta kemur upp úr könnun sem heitir TALIS sem er OECD skýrslan kennara og viðhorf þeirra til starfsins. Þessi könnun er núna í vinnslu, hún kemur líklega í vor, þessi nýja, en þetta er eldri, ég held að það sé 2006. Íslenski kennarar hafa þá afdráttarlausu skoðun kennslunám að frumkvæði þekkingaleitar eigi að liggja hjá nemanda en felist ekki í tröðslu staðreynda. Og þetta hljómar auðvitað eðlilegt, en þegar maður horfir á skalan og þessi skali tröðsla nemanda og hugsmíðahyggja eða konstruktivism, að þá er Ísland eina landið alveg hér og flestir eru svona einhvers staðar í miðjunni. Þannig að við erum með rosalega trú á það að krakkar læri sjálfur og fái svona innri motivation til að læra. Allar rannsóknir sýna það er ekkert staðreynd. Krakkar læra, sumir læra alveg að lágmarki sem þeir komast upp með, aðrir læra fyrir af og ömmu eða papp og mömmu og fá 1000 kall fyrir hvert próf og svo framvegis og þrífast vel á því. Og svo er hópur sem að vinnur með þetta, að læra meira til að skilja. Þannig að það er ekki hægt að vera bara með þessa hugsun, við þurfum eitthvað að skoða þetta. Já. Er það almennt viðhorf hjá kennurum að það að kenna nemendum staðreyndir sé ítrástar? Já, samkvæmt þessu. Já, og við bíðum spennt eftir næstu könnun að þetta hafi breyst eitthvað. Já, takk. Ég ætla að reyna að fá lókusu. Bestu leiðirnar, þetta eru svona nokkri punktar sem ég myndi vilja fara í fyrir utan þetta kennaramál sem er svona stærra mál. Bestu leiðirnar, við höfum að skoða Ísaskóla, hvað er hann að gera svona vel í lestri? Ég veit það er hljóðfræði, þeir vinna með hljóðfræði. Mælingar, fleiri mælingar. Líka notum þessar mælingar sem ég er að pikka upp, notum þær, sýnum þær, búum til markmið, setjum okkur dálítið stíf markmið. Við getum verið Liechtenstein sem var mjög ofarlega af löndunum í PISA. Við getum þetta alveg, ég hef enga trú á öðru. Sérkennslan, hún þarf að vera miklu markvissari, við eyðum alveg gríðarlegum peningum í sérkennslu, en við erum ekki að fylgjast með þessum krökkum sem ég kalla rauðakrakkarna. Rauðukrakkarnir í 5 ára lesskimuninni, rauðukrakkarna í 7 ára lesskimuninni, rauðukrakkarnir í 4. bekk í samrænduprófunum sem að ná ekki lestrin. Við erum ekkert að fylgjast með þeim. Þau fara bara milli kennar og milli skólastiga og það veit enginn af því að þau eru ekki ennþá búin að ná þessum hraða á þessari leikni sem þeir þurfa. Námsgögnin, stærra mál sem ég get talað seinna.
Þetta eru sem sagt, við mælum læsi 5 ára, 7 ára, 10 ára, 13 ára, 15 ára og við notum þetta ekki í samhengi. Ísland getur gert betur. Takk. Takk fyrir þetta. Við tökum spurningar á eftir, þannig að ég ætla bara að bjóða næstan í pontu Jón Sigfússon hjá Rannsóknum og greiningu við Háskóla Reykjavíkur. Gjörðu svo vel. Takk ykkur kærlega fyrir, gaman að vera með ykkur hérna. Ég fekk alveg yndislegan póst hérna, hvort það var á föstudaginn eða mánudaginn, hvort ég geti komið hérna og haft stutt erindi svona jákvæða hluti varðandi íslensk ungmenni. Og það er eitthvað sem maður kallaði frekar á vikur ráðstefnu heldur 20 mínútur því að við erum alveg frábæra krakka. Og það var búið að skýra erindi mitt þessu nafni, hvað hefur verið að færast í jákvæða átt undanfarin ár og heiður að fá að segja frá einhverju það. Og sérstaklega langar mig að nefna hlutverk rannsóknanna í því að reyna að bæta hagi og líðan ungs fólks á Íslandi. Örstutt rannsóknir og greiningu. Við störfum sem Steinan Háskólans í Reykjavík eins og hefur komið fram og höfum verið unnið í samvinnu við menntamálaráðuneytið sem hefur staðið vörð þessar rannsóknir okkar alveg frá árinu 1992. Þannig að við erum komið með gagnagrunn sem næri 20-21 ára eftir í tíman hagi og líðan ungs fólks á Íslandi. Við höfum sérhæft okkur í þessum aldurshópi 10-20 ára og leggjum fyrir rannsóknir meðal nemenda í 5.-7. bekk reglulega, 8.-10. bekk í framhaldsskóla og eins höfum við lagt fyrir rannsóknir í tvígang meðal ungs fólks sem er 16-20 ára og er ekki í skóla. Þessar rannsóknir eru allar svo kallar þýðisrannsóknir og þetta eru engin úrtök, það er ekki 10 úr þessum skóla og 15 úr hinum, heldur í grunnskólanum og í mjög góðu samstarfi við skólana í landinu, grunn- og framhaldsskóla. Þá erum við að fá algengt 90% svörun meðal grunnskólanema og núna fyrir mánuði síðan gerðum við síðustu framhaldsskólarannsóknina og það var 75% svörun þar. Og vegna þess að þessar rannsóknir eru svona ítarlegar, vitmörkin eru svo lág, þá hefur verið hægt að nota þær sem leiðarvísi í starfi meðal ungs fólks á Íslandi. Það er að segja, sýn ykkur eftir að sveitarfélögin, ég kem að þess að því bara eftir, að við spurjum þessa flokka hérna, þetta eru svona efnisflokka spurningarna, þannig að ég ætla ekki að lesa það upp, en við erum að spurja nánast allt sem að máli skiptir í lífi ungs fólks. Og reynum að birta ritrýndar greinar úr þessu efni og okkur hefur tekist að birta 10 ritrýndar greinar á ári, erlendar vísindagreinar úr þessum gögnum ungt fólk og skrifum svo milli 150 og 200 hagnýtar skýrslur á hverju ári fyrir sveitarfélög, skóla, ráðuneyti og stofnanir. Það sem ég var að byrja að segja að sveitarfélög sem íbúa yfir 80% landsmanna nýta sér þessar niðurstöður. Það eru það nákvæmar, vikmörkin eru svo lág að það er hægt að sjá, eins og ég þekki nú mörg andlit hérna inni, það er Garðabær og Kópavogur og fleiri, að fólk, og Reykjanesbær hérna á Fremstabekk, að það er hægt að sjá nákvæmlega hver er staðan í mínu sveitarfélagi miðað við önnur og það er líka hægt að sjá, það eru 6 skólar innan sveitarfélagsins, hver er staðan nákvæmlega í hverjum skóla. Þannig að grunnskólarnir fá þessa skýrslu líka og hver og einn framhaldsskóli. Þannig að þetta eru verkfæri, þetta er mikilvægt verkfæri. Og þetta er bara svona dæmi hérna dreifingu, þetta er ákveðin hlutur sem við mælum í öllum framhaldsskólum á landinu og þetta eru allir skólandir, 31 talsins og ef þið sjáu hérna, þessi, ég er ekkert að segja ykkur endalega hvað þetta er sem við erum að mæla þarna en skólinn lengst til hægri og skólinn lengst til vinstri, það er mikill munur á þessum þáttum innan þessa skóla þannig að það er tækifæri til fyrir það sem vinna að málefnum ungs fólks þessum flokki í skólanum, hvort sem þetta er líðan eða fjarvistir eða vímuefnaneysla eða eitthvað slíkt að hver og einn skóli sér hvar hann stendur í samanburði við aðra. Þannig að þetta var svolítið svona áður, það var svolítið hlegið þessari mynd en rannsóknirnar fyrir 20 árum voru svolítið þannig að það voru þetta einhverjir rannsóknar gúrúar upp í turni sem að dældu út
skýrslum, greinum, birtu fyrir sjálfa sig og ekki nokkru sambandi við þá sem að mótuðu stefnu, hvað þá sem að unnu á vettvangi unga fólksins. Og það hefur tekist á Íslandi að breyta þessu svolítið yfir í þetta að við erum bæði að vinna vísindagreinar úr þessu og það koma skilaboð úr hverri og einustu skýrslu. Ég sé að bæjarstjórinn Reykjanesbæ, hann nikkar, það kann verið þannig að það koma skilaboð við hverja einustu skýrslu það, okay, þetta er í fínu lagi, þetta er í meðaltalinu, þetta bæti kannski að skoða. Og samstarfið er orðið þetta. Nú, það var farið að skoða þess að það var búið að skoða þessi gögn mjög ítarlega, eins og ég sagði. Fyrstu rannsóknir voru unnar á vegum menntamálaráðuneytisins og RUM árið 1992 meðal grunn- og framhaldsskólanema og það var búið að safna mikla gögnum til ársins 1998 og auðvitað vinna mikið úr þeim, en þá sérstaklega, þá var svona einhvers konar hugarfarsbreyting að fólk hafði áhyggjur af vímuefnaneyslu ungs fólks á Íslandi og það var farið að spurja þá sem voru að vinna í þessu þá hvort það væri eitthvað sem væri hægt að nýta gögninni til að vinna bug á þessu vandamáli vímuefnaneyslu eða breyta. Og ég tók mér hérna úr tímarit.is nokkra fyrirsagnir frá árunum 1994 til 98 varandi vímuefnaneyslu og ástandi hefur ekki verið verra og drykkjaúlingar þjóðar ósómi og það var mikið fyrir að tala hvort foreldrar gætu haft einhver áhrif á þetta ekki. Ég setti sérstaklega eina mynd af Árna hérna. Ekkert breyst. Að 1994 þá komu frambjóðendur með heilsuauglýsingar og sögðu þetta, þeir voru oft ósammála en þetta voru þeir sammála, það þyrfti að snúa þessu við. Og svo kom alls konar greinar framhaldsskóla, nemar veikir fyrir dópinu, þetta kom 94 og svona. Þannig að það var svona farið að skoða hvað hægt að gera. Og ég sá í fundabúðinni hérna höfum við unnið heimavinnum okkar. Þá spyrir maður sig, hver er þessi heimavinn? Hvað er það sem skiptir máli? Og ef við horfum bara á það sem við fundum út kringum 1998 varandi vímuefnaneysluna og hvernig rannsóknirnar voru notaðar þá. Staldra aðeins við þessa mynd hérna. Það sem farið að skoða var hvort það var einhver sérstök hegðun eða líðan eða gjörðir sem einkenndi þá krakka sem ekki fóru til dæmis að fikta reykingar eða drekka og annað slíkt. Og það voru 4 þættir sem skiptu þarna mestu máli. Það er að segja foreldraþættirnir, blái hringurinn og þar sáum við að stuðningur foreldra og barna, stuðningur aðhald eftirlit og tími, það er að segja magn tíman sem að foreldrar og börn yttu saman skipti rosalega miklu máli. Þetta kom mörgum svona illa sem voru mjög hlindir gæðatímanum. Við vorum, eins og einn sagði við okkur, þið eru búin að drepa gæðatíman. Við gerum eitthvað rosalega skemmtilegt klukkutíma á laugardögum en magntíman skipti máli. Við sáum líka eins og rauða hringnum að áhrif jafningjahópsins hver þau voru og eru og komum með ákveðin ráð til þess að auka svona félagssögð innan foreldrasamfélaga til þess að foreldrar gætu rauninni verið með sín eigin jafningjahóp. Það var ekki alltaf eitt foreldri gegn öllum vinunum sem máttu gera allt. Heldur voru hlutir sem foreldrarnir voru kenndir, tengjast aðeins vinum barnanna sinna, taka þátt í foreldraröltinu sem gera alltaf ekkert annað en bara binda saman foreldra og fólk hafa ekki alveg fattað það það var markmiðið. Og fleira og við sáum að það var það var áhættu þáttur að hanga úti seint á kvöldin með jafningjónum og þá kom inn útivistartímareglur og svo fleira. Nú guli hringurinn, líðan innan og utan skóla, þetta var lykilatriði. Að börnunum okkar liði vel innan og utan skóla, allstaðar. Og í þessu hefur verið unnið lengt og ljóst á Íslandi í ráðuneytum, stofnunum, sveitarfélögum, skólum, mörg undanfarin ár. Og ég ætla að sýna fyrir þetta bráðum þróun yfir tíma undanfarin 15 ár, en við erum með tölur reynda lengra en við skoðum bara síðustu 15 ár og breytinguna. Svo var síðasti hringurinn, þessi græni, það var
þar sáum við að sem sagt, það skiptur rosalega miklu máli hvað börnin okkur voru að gera í frítíma sínum og við sáum að skipulagt starf, hvort sem það var íþróttastarf eða tómstundastarf, tónlistastarf, eða það var skipulagt, það var það fyrirbyggjandi þáttur, óskipulagt gæti jafnvel verið áhættu þáttur. Og þessir þættir allir þetta, ég sé hérna fólk kannast við að þetta er eitthvað sem við höfum verið að vinna með. Það kom alls konar samtök fram, samanhópurinn og náum áttum og sveitafélögin hafa tekið þetta mjög alvarlega varðandi líðanina, frítíman, auki framboð, heimil og skóli, fullt af samtökum sem gerðu það bara að markmiði að tryggja það að samband foreldra og barna er ennþá betra og svo framvegis. Þannig að það hefur gríðarlega margt verið unnið og mér langar að sýna ykkur aðeins hvað hefur gerst á þessum sama tíma. Hérna, ég ætla bara að sýna ykkur þessa mynd einu sinni. Þetta er sem sagt þróun ölvunardrykkju, daglegri reykinga og neyslu á hassi meðal nemenda í 10. bekk, samkvæmt rannsóknum okkar og stemmir alveg við aðrar alþjóðlegar rannsóknir, frá 1998 til 2013. Og hver hefur ekki séð þessa myndinni? Já, nokkur. Þetta er svakalega klemdur skjár eitthvað, þetta er miklu flottar hérna hjá mér. Allavega, 1998, þá höfðu 42% ungmenni í 10. bekk orðið ölvaði síðastliðin 30 daga. Núna í vor voru það 5%. Rauða línan sýnir daglega reykingar, það var sirka 1/4 íslenskra ungmenna sem að reykti daglega. Það er komin í 2%. Og þau sem höfðu prófað hass voru 17% og það er nánast að hverfa. Marihuana aðeins komið inn en ekki mikið neysla þar í grunnskóla. Þannig að með allir þessari vinnu, við erum búin að vinna í borgum núna undanfarin ár, 20 borgum í Evrópu, þar sem hefur ekki verið unnið samkvæmt þessu svokallaða íslenska módeli. Þar er ekki verið að sjá neina svona breytingar. Þannig að það er búið að hlú rosalega vel að börnunum okkar og þetta er ein af afleiðingum. Sýnum ykkur hérna nokkrar slæður, fer frekar hratt yfir og við getum svo spjallað á þetta. Ég nefndi við ykkur stuðun ykkur aðhald eftirlit og tímum með foreldrum, hvaða málið það skipti. Og hérna sjáum við frá 97, þetta er undanfarin síðustu 15 ár, samkvæmt rannsóknum ungt fólk, að hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem að segjast eða miklum eða vera oft en er alltaf með foreldri sínum utan skólatíma og virkundugum. Þetta var nánast tvöfaldast þetta hlutfall. Það eru helmingi fleiri sem segjast eða miklum tíma með foreldri sínum. Og þetta er sama mynd helgar. Það er stöðu og aukning búin að vera undanfarin 12-15 ár á samveru stundum foreldra og barna sem voru eina af skilaboðunum. Ég nefndi stuðning aðhald og eftirlit, hérna eru tölur frá 2000 til 2012 og þetta hefur líka allstað, hvað sem það er landsbyggðin, höfuðborgarsvæðið eða hvar, að foreldrar fylgjast betur með að vita betur núna hvar börnin þeirra er á kvöldin og með hverjum heldur en fyrir 10-15 ára síðan. Strákar, nákvæmlega sami stelpur. Við fylgjumst alltaf betur með stelpunum, einhver hluta vegna, en þetta er svona aukist fyrir bæði kynin. Útivistartíminn frá árunum 2000 til 2012, það eru miklu færri krakkar sem að hanga úti og mann eftir þau hengu í verslunarkjörnum og niður í bæ. En þetta er sem sagt gjörbreytt ástand. Og stelpurnar, þetta voru strákarnar, þetta voru stelpurnar. Ég ætla bara að sýna ykkur tvær myndir hérna sem við íþrótta, félags- og tómstundastarf. Þetta hefur styrst á Íslandi í öllum flokkum. Ég ætla bara að sýna ykkur tvær myndir. Í 9. og 10. bekk, þetta eru nemendur í 9. og 10. bekk, síðastliðin 12-13 ár, sem að stunda íþróttir í skipulögðu íþróttastarfi með félagi 4 sinnum í viku oftar, sem er mikil ástundun. Við mælum þetta 1 sinni í viku, aldrei 5 sinnum og svo framvegis. En þetta er talsvert mikil ástundun og þetta er í 9. og 10. bekk, rauða línan og græna og þetta er hátt í 2-földun á 12-13 árum
iðkun að skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Gríðarlega mikilvægur forvarnarþáttur. Og hjá krökkum á miðstigi í 5., 7. og 7. bekk. Hérna sjáum við 2 klasa, annars vegar strák og stelpur sem að segjast stunda íþróttir með félagi 4 sinnum í viku oftar. Og alveg gríðarleg aukning þar og þetta er á sama hátt línan fyrir þá sem að segjast aldrei stunda íþróttir skipulagðar. Þannig að mjög flott starf verið unnið þarna. Svo sjáum við hérna í rétt að ganna sýningur þróun yfir tíma yfir ástundum með íþróttafélagi. Að þetta eru rannsóknir síðustu 3 ára að hérna er nemendur í 5. bekk, 7. og 7. og svo 8., 9., 10., 16 ára, 17 ára og 17 ára. Þannig að mesta iðkunin er meðal nemenda í 7. bekk á landinu og svo svona smáfellir það. Það væri rosalega gaman að vera þetta að færa þessu kúru svona 2 ár fram og reynda fleiri kúrfur ef við hefðum viku konferensi um þetta. Einhvern tíma er gott að ekki verið. Mikið hefur rætt stríðin og einelti og við mælum þetta reglulega bæði í 9. og 10. bekk og alveg frá 5. og reyndar upp í 10. bekk og í framhaldsskólanum. Og það hefur orðið svolítil minnkun á þessu sem betur fer. Við spurjum ekki hefur beitt einhvern einelti eða hefur orðið fyrir einelti. Það væri svona eins og ef að einstaklingur kemur til læknis og læknir sagði að hann ertu þunglyndurvinur. Það þarf að spurja í kringum þetta og finna út úr því. Þannig að við spurjum mikið stríðni. Og þetta er svona á jákvæðan hátt að breytast. Og sérstaklega meðal nemenda í 5., 7. og 7. bekk. Þetta eru 3 línur hérna fyrir hvern bekk sem segja að þeim hafi verið strítt það sem að hópur af krökkum er að stríða þeim einum. Þannig að þetta er jákvæð þróun en betur má ef duga skal. Skólinn. Þróun yfir tíma. Ég tók bara frá 2003 síðastlegum 10 ár. Eitt af því sem voru skilaboð 1997-98 var að líðan í skóla þyrfti að vera góð og það eru helmingi færri nemendur sem segja í dag að þeim líði illa í skólanum. Eftir sem áður 6% er lítið tala en þetta eru samt ef við tökum 9. og 10. bekk, þetta eru 500 krakkar. Það eru helmingi færri sem að segja að þeim sem líði illa við kennarann, allt mjög jákvætt. Hvernig það líður í kennslustundum, þetta er skoðað reglulega líka í 5., 7. og 7. bekk, 9%, 8 og 6. Þetta eru færri og færri sem að segja að þeim líði illa í kennslustundum, en þetta er samt milli 800 og 900 börn í 5. og 7. bekk sem segja þetta. Þannig að við látum ekki litlar prósentutölur blöffa okkur. Og saman með frímínúturnar. Ég verð að segja aðeins um lesturinn. Hérna skoðum við tölur frá 2007 í 5., 7. og 7. bekk. Nemendur sem að segja að þeir noti engan tíma daglega til að lesa bækur aðrar en kennslubækur. Og þetta eru 26, 7, 8% stráka og þetta 14, 16, 17% stelpna sem nota engan tíma í að lesa bækur aðrar en kennslubækur. Og áhugavert, við sjáum þetta 5. bekk, þetta eru spurð í 5. bekk, 7. og 7. hvort þau finnist mjög frekar leiðilegt að skemmtilegt að lesa bækur. Í 5. bekk eru 11% sem segja að þeim finnst leiðilegt að lesa bækur, 16% í 7. bekk og 23% í 7. bekk. Þetta finnst okkur áhugavert. Og á sama tíma sjáum við að rannsókn sem við unnum fyrir menntamálaráðuneytið og með stuðningi norrænu ráðherranefndarinnar 2009, vildum gjarnan geta endurtekið, að þar sáum við, þegar borðin voru saman framhaldsskólanemar á öllum Norðurlöndunum, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Danmörku og Íslandi, að íslenski nemendur töldu langt umfram aðra að lesblinda hamlaði þeim í sínu námi, langt umfram aðra og það sem var í enska spurningalistanum, slow reading ability, bara hæg læsi,
þar voru Íslendingar líka langhæstir af framhaldsskólanemum á öllum Norðurlöndum. Þannig að það var svo saga. Nú, það er kannski efni sér kynningu eða ráðstefnu, svo ég segi, en varðandi heimavinnuna, það hefur verið unnið rosalega vel á grunnskólastiginu í mjög mörgum þáttum. Búin. Það kann verið á ég vera að fara. Ég rappaði þetta upp. En það sem við sjáum að gerist, að vímuefnaneyslan, hún eykst gríðarlega mikið úr grunnskóla og yfir í framhaldsskóla, ölvunadrykkja úr 5% í 35 á einu ári. Og það er áhugavert að sjá að foreldrar, þeir telja svolítið að svona, samkvæmt okkar mælingum, að börnin verði fullorðin svona cirka 3 mánuðum. Það eru helmingi fleiri foreldrar nemenda í lok 10. bekkjar sem eru algjörlega mótið því að drekka áfengi. Svo eru þið komin í framhaldsskóla nokkrum mánuðum seinna, helmingi færri foreldrar sem eru mótið því að drekka áfengi. Þannig að hér er verkavinna, það er að auka samstarf foreldra á skóla, á framhaldsskólastigi, samstarf skóla og sveitarfélaga, eins og við töluðum hérna nokkuð fyrirfundin. Það þarf að ræða við foreldrana, börnin verða ekki fullorðin á 3 mánuðum. Samverðsundar mega halda áfram og íþróttaiðkunin á sama hátt. Svo margur þau orð, takk. Já, takk fyrir þetta, Jón. Næstur í pontu er þá Ragnar. Ragnar er kennari í Norðlingaskóla. Afar tæknivæddur maður. Gjörðu svo vel. Loka þessu. Hvað segir tæknimaður? Hann er bara í eigin heimi þarna. Svo tæknivæddur að ég ætla að hlífa ykkur við glærum. Neyða ykkur til að hlusta. Við horfum alltaf mikið á skjá, hvort þið er. Ég ætla að tala eins í kringum spurninguna sem ég var falið að tala um. Ég gerði það fyrir að þið séu svo sem verð því að heyra það á þessari pontu. Tala í kringum hlutina. En ég lofa að ég kem að efninu fyrr eða seinna. Það sem ég langar að segja samt við ykkur fyrst er að góður skóli, hann er ekkert eitt. Það er hægt að búa til svo margvíslega mismunandi tegundir á góðum skóla. Þú veist að standa upp og ég er svo. En svo ég fái lánaða hliðstæði úr ritgerð eftir gamlan kennara minn réttlæti og ranglæti, þá kemur þið kvikulega eðli góðs skóla ekki veg fyrir það að jafnvel barni er sólusærða þegar skóli er vondur. Það er margfalt auðveldar að þekkja vondan skóla en góðan. Að hluta til þess vegna en alls ekki aðeins þess vegna snýst umræðan skólamál oftar en ekki það sem er það sem er ekki nógu gott. Skóli verður ekkert endilega góður þótt hann hætti að vera vondur. Á milli góðs og vond skóla er heilmikið grátt svæði og þá flækir málið en að sami skóli getur verið góður á sumanhátt en vondur á annan og sæmilegur á þann þriðja. En gæði skóla verða aldrei slitin úr samhengi við tilgang þeirra. Skóli hefur eitthvað hlutverk og góður skóli sinnir því hlutverki vel. Það getur verið dálítið snúið að útskýra í þaula hvert hlutverk skólan sé. Í sinni einföldustu mynd er hægt að segja að skóli hafi það hlutverk að undirbúa mann undir lífið. Að góður skóli undirbúi mann vel fyrir lífið og það sem tekur við þegar maður yfirgefur skólan er að vondur skóli gerir það illa. Og raunar er það eiginlega óefað að þetta er eitt af megin hlutverkum skóla. En leið og við samþykjum þetta sem megin hlutverk skóla, þá kviknar pínlítið óþægileg þverstæða. Það er nefnilega full ástæða til að ætla að heilmikil speki búi í því að á misjöfnu þrífist börnin best. Það getur því bara vel verið að það að ganga í frekar vondan skóla eða skóla sem er á köflum frekar lélegur sé afbragðsundirbúningur fyrir lífið. Þannig getur lélegur kennari elt með manni réttlætiskennd, ábyrgðartilfinningu og sveigjanleika sem síðan kemur að gagni á flestum sviðum lífsins. Og þessi þverstæða kalla fram þá undarlegu stöðu að þá geta lélegir kennarar orðið að einkennum góð skóla og það er eitthvað bogið við þá sýn. Það er því ekki nóg að segja góður skóli sé undirbúningur fyrir lífið. Ekki allur undirbúningur, þótt hann sé góður, getur talist gott nám. Við þurfum því að skerpa hlutverk skóla töluvert umfram þetta eitt.
Það hvernig við endalega skilgreinum hlutverk skólans megin inntak þess sem stýrir öllum kennsluháttum. Kennsluhættirnir eiga að stýrast af markmiðum skólastarfsins og eins og við höfum þegar sýnt fram á geta jafnvel vondir kennsluhættir verið réttlætanlegir ef markmið skólans eru óljós eða víðfeðm. Þegar Sovétríkin beittu alræðisvaldi til að framleiða þegna fyrir framtíðaríkið var markmið skólastarfs nokkuð skýrt. Þeir þurftu ákveðnum tegundum fólks að halda til að viðhalda stöðu sín í heiminum. Í því skyni var sett upp óhemju skilvirkt kerfi sem dældi út hámenntuðu fólki með mikla hæfni á afmörkuðum sviðum. Mikið var lagt upp úr aðlögun, hlýðni og aga, enda var það og eina leiðin til að selja fólki þá hugmynd að skortur og valþröng sé að finna góða. Á sama tíma var horft úr Bjarmalandinu með vanþóknun á vestræn gildi sem fól í sér sóun og græðgi, sjálfstæði og einstaklingshyggju. Við þekkjum öll söguna því hvernig lítill málmhnöttur vakti Bandaríkjamenn til umhugsunar að þeir væru orðnir of makráðir og værukærir. Skyndilega fengu þeir áfall og gerðu róttækar breytingar á skólakerfi sínu, meðal annars í því skyni að sigra Sovétríkin í kapphlaupinu geiminn. Kalda stríðið stýrði stefnu heimsveldana í skólamálum áratugum saman. Skólakerfi var sniðið að þörfum hins stríðandi samfélags. Kennsluhættir tóku mið af því. Það tíðkast enn í sumum bandarískum skólum að láta börn hylla fánan að morgni. Það loðir enn við gömul járntjaldsríki að tiltekin menntun almenn og aðgengileg þrátt fyrir að samfélögin sjálf sé í mörgum tilfellum bara skelin af sjálfum sér. Að sumu leyti höfum við Íslendingar notið þess, til dæmis í þeim fjölda tónlistarfólks sem fluttist til landsins á síðustu áratugum og lyfti í mörgum tilfellum grettistaki í tónlistarlífi og tónlistarmenntun. En sum sé, kennsluhættirnir munu áfram taka mið af markmiðum skólastarfs. Þau markmið eru endurómur af þörfum samfélagsins eins og þær eru skilgreindar á hverjum tíma. Það eru efnahagslega þarfir, menningarlega þarfir, pólitíska þarfir og þarfir af öllu tagi. Skólakerfi af ýmsum ástæðum frekar íhaldssöm og þess vegna munu markmið þess mjög líklega enduróma fyrst og fremst þau samfélagsmarkmið sem almenn sátt ríkir Í því skyni afar þarft fyrir stjórnmálamenn og áhrifafólk að það spilli ekki slíkri sátt að óþarfa og tilengi sér ekki of harkaleg og þrasgjörn vinnubrögð. Ef ósættið fara að grassera of lengi og þrasið yfirgnæfandi, mun kjarni sjálfsmyndar þjóðarinnar gruggast og skólinn sem og aðrar stofnanir verður í hættu að missa sjónar og tilgangi sín. Flest samfélög eru þó sammála ákveðin grundvallagildi og markmið, þau gildi móta bæði skólastarf og kennsluhætti. Hjá sumum þjóðum þjónar það markmiðum samfélagsins að ríkhalda í gamaldags kennsluhætti. Það eykur samkeppni og örvæntingu að búa til risastóra bekki með miklu vinnuálagi og harðri baráttu bestu sætin. Til eru samfélag sem grundvallast á slíkum gildum, harkalegum matsjó samkeppnisgildum og þar hafa skólakerfi fyrst og fremst það hlutverk að virka sem skilvinda sem fleytir rjóman ofar af mannhafinu og heldur undarrennunni í skefjum. Enginn sem hefur vit á menntun lætur sér detta í hug að gríðast voru bekkir þar sem fjöldi fólks hamast í fullkominni örvæntingu við að falla ekki úr leik sé góð kennsla. En þegar samræmi verður á milli slíkra kennslu og þess sem menn upplifa sem raunverulega þarfir samfélagsins, þá ekki gripið úr lausu lofti að tala sig vonda skóla sem góða. Ég hygg að á hátindi kalda stríðsins hafi Sovétríkin haft að mörgu leyti yfirburði á Bandaríki þegar að koma auðmældum þáttum í skólastarfi. Með öðrum orðum held ég að hið deyjandi stórveldi hafa vissan hátt staðið betur að framleiðslu framtíðarþegna en ríkið sem lifði af. Hér aftur þversögn. Hvernig má það vera ríkið sem virtist leggja sterkari grunn á framtíðinni skuli enga framtíð hafa átt? Svarið við því að mínum mati það að Bandaríkin voru með betri hugmyndir framtíðarþarfir sínar en Sovétið. Mannlegri hugmyndir sem þrátt fyrir marga stóra og augljósa galla tóku tillit til þess á endanum eru ríkin til fyrir fólkið en ekki fólki fyrir ríkin. Skóli sem leggur áherslu á einstaklingin að mínum mati góður skóli. Okkar skólakerfi á við nokkrum vanda. Við stöndum að mörgu leyti illa með við ríki með svipaðar áherslur. Ég myndi vilja segja að íslensk skólakerfi nú mundir sé á leið í rétta átt en að töluverðu máttleysi. Það vantar meiri kraft. Og nú stöndum við fram fyrir tvenns konar vali. Því miður óttast ég það að verri kosturinn hljómi betur í ykkar eyrum. Ég hef raunar nokkuð þungar áhyggjur af því að þið, svona stjórnmálasinna fólk á hægri vagnum, séu í þann mund að gera nokkuð stór mistök. Við höfum tvo kosti. Annar að fara í það að efla þrótt skólakerfisins, að styrkja það og stæla þar til það hættir að silast áfram og fer að sýna lit og kraft.
Hinn kosturinn að framkalla sýndarorkubreytingu með því að létta byrðar skólakerfisins, einfalda það, setja því skýrari markmið, auðvelda starf kennarans og skólastjórans og beina orkunni sem of lítil í færri og minni verkefni. Þau munu þá, samkvæmt hefðbundinni aflfræði, vinnast betur. Að einfalda skólakerfi til muna í því skyni að framkalla virkara starf og meiri árangur dálítið eins og að fara í útilegu með fjölskyldun og spara bensín á leiðinni með því að skilja börnin eftir í litlu kaffistofunni. Ekki misskilja mig. Það þarf skýr markmið fyrir skólastarf, en leið þarf líka önnur markmið og mikilvægari sem hreint ekki svo skýr. Ástæðan fyrir því að aðeins í skýi möguleikana geta skólar markað sér sérstöðu. Óskýr markmið með skólastarfi merkja ekki það sama og að skólar eiga að starfa eftir óskýri stefnu. Því miður það dálítið þannig í dag. Það sem ætti að gerast að skólar ættu í enn frekara mæli að skilgreina sjálfa sig og sérstöðu sína. Og við þá vinnu verður þá til skýr valkostur. Ólíkir valkostir vinna svo saman eins og líffæri í einni skepnu og skólakerfi sjálft fyllist auknum þrótti, það sem einn gerir vel reynir annar að gera líka, það sem klúðrast hjá einum forðast hinn. Það segir sig sjálft að einn af þeim þáttum sem eiga að vera í þessari súpu breytileikans eru kennsluhættirnir. Þeir munu breytast mikið. Það sem mun örugglega breytast að við munum nota tæknina til að auka skilvirkni. En það geta menn ekki keppt við tölvur að því leyti. Ég vona bara að meirihluti okkar átti sig á því að það er svo ótal margt sem tæknin getur ekki gert eins vel og menn. Það mín einlæg ósk að aukin skilvirkni með notkun tækni verði til þess að skapa rými fyrir hið mennska í skólastarfinu og að menn missi sig ekki í eintómri leit að tölfræðilegri nýtni. Verði mér óskminni munur meiri áhersla í skólakerfinu fara í það að gera nemendur ábyrgari fyrr, að efla og stæla sjálfsaga á kostnað ytri ramma og hafta, að búa nemendur undir ævilangt nám undir eigin vélarafli, að nota skilvirknina til að finna þá leið sem hentar hverjum best og fylgjast með árangrinum, að gera nemandan sjálfan ábyrgan og foreldrans og gefa því síðan góðan tíma að leyfa nemandunum að átta sig á nokkrum grundvallarspurningum stöðu sín í heiminum, tilganginn með þessu öllu og gleyma því aldrei að skólinn til fyrir fólkið en ekki öfugt. Mér langar að gefa ykkur nokkur ráð að lokum frá mínum sjónarhóli til ykkar. Það á að mínum að til að rannsaka skólastarf betur. En þá eða minni tíma ég láta nemendur taka þátt í könnunum og rannsóknum. Rannsóknin á að fara fram í venjubundnu skólastarfi. Þá að gjörbreyta samræmdu prófum, þá alls ekki að grundvalla heil skólasamfélag á þeim, ekki fatti þá gryfju að það sé hægt að skilgreina skýr markmið og mæla þeim með slíkum prófum og nota þau sem áttavita. Passið ykkur á skólastefnu George W. Bush sem grundvallaðist á því að skilgreina í þaula til hvers væri ætlast á skólum og mæla það að því virtist með góðum árangri. Bróðir forsetasfyrrandi taldi sig hafa gert hvorki meira né minna en kraftaverk í Flórida þegar samræmd próf sýndu ótrúlega framfarir og sama gerðist í nokkrum öðrum fylkjum. Þegar raunin var svo að þrátt fyrir þessi samræmdu próf sýni almennt að framfarir séu verulegar, þá sýna alþjóðlega kannanir að Bandaríkin eru gjörsamlega föst á nákvæmlega sama stað og áður og að kraftaverkið í Flórida innistæðulaust. Við verðum líka að bjarga sambandi kennara og skólayfirvalda. Það ónýtt og nú kennarastarfið að eyðileggjast. Ríkar þjóðir þurfa að borga kennurum ágætt laun til að ná árangri, það sýna rannsóknir. Næstum engar þjóðir láta það viðgangast að laun kennara séu undir miðalaunum, hvað þá verulega eins og hér. Hærri laun kennara eru nauðsyn til að efla þrótt skólakerfisins og til að tryggja sterkari framtíð. Einkarekstur og samkeppni eitthvað sem þið geti prófað, sérstaklega þegar stuðlar að fjölbreytni, en þá verður líka að tryggja að fólk hafi raunverulegt val og þið verðið að hafa í huga að einkarekin skólakerfi sýna samkvæmt rannsóknum, eins og til dæmis núna í PISA, engan umfram árangur. Í því felst engin töfralausn. Við erum sem bara hnípin þjóð í vanda. Ykkar flokkur ber sín ábyrgð á því eins og aðrir. Við sköpum samfélag sem átti að vera að lesa fyrir börnin sín og tryggja framtíðara, en í staðis vorum við uppteknir af því að græða á daginn og grilla á kvöldin. Menn gleymdu að sinna fræjunum og nú eru þessi fræ farin að spretta og vöxturinn ekki nóg kraftmikill. Það þarf að læra því. Við höfum að halda samræmdu prófum en þáttu þau inn í hefðbundið skólastarf. Gerum þau rafræn fyrir alla muni og eflum upplýsingatækni. Látum samræmd próf finna þá nemendur sem í vanda og verum tilbúin með aðstoðina þegar þarf með. Tengjum samræmd próf í stóðþjónustu.
Löðum áhugasam og hæfa kennara að skólunum, kennara sem kjósa tiltekið skóla vegna stefnu hans, látum foreldra velja skóla, hækkum laun kennara, höfum það í forgangi. Ef þau eru 120 til 130% af meðalaunum, þá held ég að við séum vel sett. Þau þurfi ekkert að vera tvöföld eða næstum þreföld eins og á sumum þjóðum. Byggjum brýr milli aðila í skólasamfélaginu og hættum að ala á tortryggni. Með því móti fáum við lifandi skóla sem býr við vaxtarvænleg skilyrði og það er ekki þannig í dag. Ef við tökum ekki hættuna alvarlega, þá munu ýmsar blikur og hörguleinkenni draga enn meiri mátt úr skólanum en nú er og að mínu mati þá má það ekki gerast. Ég er búinn. Takk fyrir þetta, Ragnar. Þá er það Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ. Gjörðu svo vel. Þá er spurning hvort að tæknimaðurinn þurfi eitthvað að skrá inn. Því það var slökkt. Ég klikka á ekki. Hvað? Virðulega samkoma. Ég þakka fyrir það góða tækifæri að koma hingað og fjalla skólamálum með ykkur. Það er bara spennandi vettvangur og ég er reyndar ansi bjartsýnn fyrir hönd mín samfélags að hlutinni séu að ganga betur. Hér sjáum við hins vegar upplýsingar frá 2001. Þetta er frétt úr Morgunblaðinu, janúar 2001. Það sem verða að segja að skólar á Suðurnesjum samkvæmt samræmdum prófum, þeir lægstu. Þarna er vitnað í góðan skólamann sem er að lýsa því að samræmd próf í stærðfræði og íslensku í 4. og 7. bekk séu þau lægstu á landinu. Og þetta er svona staðan sem að við komum að þegar að við förum að vinna þessu og 2002 þá setjum við sjálfstæðismenn í meirihluta áherslun á skólamál. Við segjum það er margt gott að gerast í skólanum og reyndar var dálítið viðkvæðið í skólanum þá að samræmd próf væru ekki allt og það er sannarlega rétt. En menn lögðu meiri áherslu á aðra þætti og það var svona helsta svar skólamanna á þessum tíma fyrir því að þetta væri svona. Við svona hófum samræðun það að það verður nú kannski ágætt að verða bara líka góð í samræmdum prófum og því við værum góð á ýmsum öðrum sviðum. Menn hafa verið áhugasamur íþróttir, það var margt í félagsstarfi, í menningu, félagsfærni, margir góðir jákvæðir hlutir að gerast hjá okkur, en greinilegt að samræmdum prófum voru þar ekki. Þetta er árið 2001. Þetta er árið 2013 og það sem er að gerast er að við erum að sjá, rauðalínan er 30 meðaltal landsins og við höfum svona verið að stíga þarna upp og erum komin yfir landsmeðaltalið bæði í íslensku og stærðfræði í 4. bekk. Það er það sem er auðvitað ánægjulegt. Þetta er verra ef að við erum að horfa á að þetta landsmeðaltal það sé að hníga og við séum þannig að ná árangri. En enga síður í samanburði við landið að þá er þetta ánægjulegt og sýnir að samfélagið, skólasamfélagið er virkilega að taka við sér og gera góða hluti. Mér finnst ástæða til þess að nefna það hér að við vitum auðvitað mikið meira núna heilan og heila starfsemi hjá börnum. Neural darwinismi, hvernig við tengjum, hvernig taugatengingar í heilanum, hversu öflugt það er einmitt á fyrstu árum barnsins, hvernig hægt er að efla og styrkja námið. Menntun hlýtur að taka mið af þessum upplýsingum sem við erum að fá og höfum verið að rannsóknir hafa verið að sýna okkur. Og það má spyrja hvort að aðferðafræðin hafi það nokkuð breyst.
það sem við höfum verið að læra heilan og hvernig við móttökum skilaboð og hvernig við lærum, erum við að endurspegla það í skólakerfinu. Ég vildi nefna 6 atriði sem að mér sýnist rannsóknir hvaðan ef að sýna að skipti máli. Það að námið sé árangursmiðað, að við höfum greint þarfir barnsins rétt og við séum að sníða námið að þörfum sérhvers einstaklings. Í öðru lagi að þá hljótum við að vænta árangur sjá sérhverju barni, við þurfum að gefa öllum eitthvað hlutverk, jákvætt hlutverk og eitthvað markmið til að stefna að. Það það sem við erum að vinna með. Við þurfum að gera foreldra að virkum þáttakendum í náminu. Og það annar þáttur sem við höfum lagt mikla áherslu á að foreldrarnir séu sannarlega virkir þáttakendur og ég sýni ykkur hér upplýsingar það á eftir. Í 4. lagi þá það niðurstaða að það þarf sterka leiðtoga. Ég að tala leiðtoga í skólasamfélaginu. Það þurfa allir að stefna það sama marki. Það þarf sterka pólitík, það þarf að setja þetta í stjórnborð stjórnmálamanna. Þeir þurfa að hafa áhuga á þessum málum, þeir þurfa að segjast ætla að vinna að þessum málum, þeir þurfa að setja sína stefnu fram og fylgja henni, en hún þarf auðvitað að vera í samhljóm við það sem að stjórnendur í skólakerfinu, starfsmenn og foreldrar vilja sjá. Við þurfum að leiða. Og í 5. lagi þá spurningi hvernig kennarinn leiðbeinir, hvernig kennslunni háttað, hvernig gefur hann svörum, hún samkvæm og hún stöðug. Þetta eru þættir sem að kennarinn þarf að huga að og tengjast þá aftur því sem ég að nefna þennan neural darwinisma, hvernig við lærum. Og í 7. lagi þá það áherslan á málið, lestur og málskilning og fróðlegar tölur sem við sáum einmitt hérna áðan, hvað við erum í raun og veru þar á eftir, hvað gríðarlega mikilvægt að byggja upp sterka hljóðkerfisvitund. Það hún sem segir mest til lestrar getu til framtíðar, að við náum að skynja tungumálið, hvernig við erum að brjóta setningarnar niður í orð og niður í stafi og niður í hljóð og svo upp aftur og að barnið sé mjög fljótt að skynja þetta og fái þessa sterku skynjun. Þannig að það lesi hljóðfræðilega rétt, það nái leikni og það kunni að lesa sér til skilnings. Og þetta náttúrulega getur varla verið að nokkur eigi að vera með athugasemdir ef að þetta eru markmið okkar, að við getum lesið okkur til skilnings og grunnskólinn hann eigi að tryggja það að við getum lesið okkur til skilnings. Varla getur það nú verið flókið og varla þurfum við að deila það að það sé skynsamlegt að byggja upp kennslu sem gerir þetta. En svo sjáum við líka hér tölur sem eru auðvitað ánægjulegar, en við getum líka tekið það frá hinni hlinn. Þarna sjáum við 30 sem meðaltalið og þið sjáum hvað skólar í Reykjanesbæ hafa verið langt undir meðaltalinu, lengi vel. En þið sjáum líka að það svona eðlileg og það góð jákvæð þróun upp að meðaltalinu og við erum að stíga yfir landsmeðaltalið í ensku og stærðfræði núna á síðustu prófum. Og þetta svona nokkuð merkilegt hvað þetta mikill og svona jafn stígandi í þessari þróun. En þetta eru samt 10. bekki og ég ekki sérstaklega að sýna ykkur það vegna þess að ég tel að svona rétt áhersla og samræmdar áherslur hafi í raun og veru verið að gerast á síðustu 3-4 árum. Eins og Jón sýndi okkur áðan að þá þetta, finnst mér spennandi að horfa á að þarna hin hliðin á málinu. Þegar ég var að lýsa þessu 2001 og þá var ölvunadrykkja mjög algeng hjá unglingum í Reykjanesbæ og mikil vandamál í kringum það. En þarna hafa menn náð gríðarlegum árangri og bláa línan svona litnin með Reykjanesbæ og hitt landsmeðaltalið og þannig erum við að stíga niður fyrir. Til gamans vildi ég sýna ykkur nokkrar tölur hér, svipaðar og Jón var að nefna. Kemur einmitt frá honum, við höfum átt gríðarlega gott samstarf við hann þessa tölur og hvað við getum lært af þeim og hvernig við ætlum að takast á við þær. En þið sjáu að bláu merkin, það Reykjanesbæ. Þarna framan af var hann mjög ofarlega. Það var sem sagt, tala 51% þeirra sem það ölvunadrykkja nefndi í 8., 9. og 10. bekk. Þannig erum við að tala 10. bekk. Einu sinni oftar í mánuði. Þannig að þið sjáu hvað við erum að koma og hvert við erum svo að fara og hvernig það hefur skilað árangri og sama var með reykingarnir. Þið sjáu hvað þetta hátt hlutfall þarna lengst af en hvað við erum búin að ná okkur niður fyrir meðaltalið.
En við höfum líka rætt um það að þessar helstu breytur og árangur, það eru kynjamunur og það er félagsleg staða. Og mér finnst alltaf gaman að sjá, einmitt þegar við ræðum kynjamun og árangur, við sárendar Ísaksskóli að standa sig gríðarlega vel. Garðabær, ég gjarnan vilja horfa á Garðabær sem svona fyrirmynda sveitafélag í menntun og ég tel að það reyndar, það er þá spurningu félagslega stöðu. Man geta aðeins velt fyrir sig hvort að félagslega staða sé þar fyrirfram nokkuð sterk. Mér finnst við vera að glíma við í Reykjanesbæ aðra félagslega stöðu. En þessar breytur, þar eru eitthvað sem við þurfum að fást við. Annars vegar það kynja breytan og með hvaða hætti við getum kennt drengjum öðru sem stúlkum og hins vegar hvernig við þurfum að grípa fyrr inn í, sérstaklega það sem að félagsleg staða er erfið og hvaða leiðir við höfum til þess að grípa fyrr inn í, hjálpa barninu áfram og í raun og veru að yfirvinna þessa félagslegu stöðu sem að við sjáum. Þar aftur ég að tala þennan taugafræðilega darwinisma. Og þessi árangur tel ég, svona ef við horfum á síðustu 3-4 ár, að hann sé í raun og veru að kollvarpa þessum viðteknu kenningum tengsl félagslega stöðu foreldra við námsframvindu barna. Mér finnst við geta sýnt fram á það að með þessum upplýsingum sem ég er hérna með á 4. bekk, að þar erum við að ná að færa þetta út úr því að ræðum félagslega stöðu. Við sjáum þetta enn betur hér. Hérna er greinilegur árangur Reykjanesbær og það eru 5 grunnskólar sem við erum að tala í Reykjanesbæ. Þetta er ekki svona þessi 1 skóli, það eru 5 skólar, taka meðaltalið. En þannig erum við með stærðfræði í 4. bekk síðastliðin 4 ár. Við erum að koma undan meðaltalinu, en við erum komin hátt yfir meðaltalinu. Og þarna til fróðlegs er Reykjavík, Hvítalína og nágrenni Reykjavíkur svo brúna. Þetta finnst mér eigi að segja okkur, við getum náð þessum árangri. Við getum unnið okkur í gegnum þetta með réttum aðferðum, með því að vinna með þessu frábæra skólafólki sem við eigum. Sem virðist ekki vera að kvarta undan lágum launum. Það er að vinna vinnuna sína, það er að leggja sig fram að fullum heilindum og dugnaði. Sama sjáum við í íslensku, sjáum við hvaðan við komum, getum við sagt, en hvert við erum að fara. Það er árangur á 4 árum. Og það þýðir og það segir og við vitum það að síðustu 3 ár þá hefur verið sérstök áhersla á samvinnu skólastiga. Leikskólinn, grunnskólinn, allir að tala saman, allir að vinna sama markmiði. Og uppskriftin, hún tengist því að við byrjum bara nógu snemma. Við byrjum bara þegar barnið er í móðurkviði. Byrjum að nálgast foreldra, ræða við foreldra, sjá hvernig við getum stutt þá sem eru greinilega undir og hvernig við getum byggt þá upp strax þarna. Því að þetta auðvitað stærsta hlutverk sem að foreldrar eru að takast á í lífinu og þeir þurfa að læra að verða foreldrar rétt eins og við þurfum að læra að aka bíl. Og sama dagforeldrarnir, þeir eru virkjað mjög mikið inn í þetta. Leikskólarnir, þar tekið á strax málum, þar svona skemmtilega að fletta saman leikjum við læsi, stærðfræði hugtök, talnaskilning, unnið með þessi hugtök og þannig eru leikskólanir að skila börnunum mjög sterkum inn í grunnskólanum. Og svo í grunnskólanum þá heldur áfram þessi skýra mæling. Og það má ekki gera lítið úr mælingum. Við ætlum bara að vera góð í þessu líka, segjum við. Við ætlum að ná yfir þetta breiða svið sem að grunnskólinn er og hefði almenna ná. En í öðrum, 4., 7. og 10. bekk, þá erum við með prófanir sem að geta skilað okkur áfram, þar sem við mælum árangur, mælum hvort við erum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Og sama eins og ég segi, gerist í leikskólanum. Þar eru læsi, stærðfræði hugtök, talnaskilningur, þetta er fléttað inn í starf barnanna og það er svo að meiri hluti barna á leið í grunnskóla, hann er vel undirbúinn fyrir lestrarnámið. Hann er að koma inn í grunnskóla og hann er vel undirbúinn fyrir lestrarnámið. En það er ekkert verið að sleppa því að þetta er leikskóli. Þau njóta sínu öll, þeim líður öllum vel. Það er engin pressa á að þetta sé það eina sem þau þurfi að kunna eða geta. Og gott dæmi er Skólavogin, sem er einmitt svona mælikvarði sem er hægt að nota og er notaður landið, mælir eitt og annað í skólastarfinu. Þarna kemur það fram núna að það eru foreldrar grunnskólabarna í Reykjanesbæ sem að vinna mest heima með börnum í heimanámi.
og þeir eru afar jákvæðir í því gagnvart því starfi sem fer fram í grunnskólum. Þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli, það er svona viðhorf foreldranna. Og aftur sjáum við að strax í öðrum bekk þá er að koma fram þessi mælanlegi árangur og núna má segja eiginlega 3 árum eftir að svona ný samræmd aðferðafræði var tekin upp. Við erum að horfa á 73% nemenda í grunnskólanum geta lesið til gagns þarna, en það er auðvitað allt og lág tala, það eru allir að geta það, en töluverður árangur og áfangi. Og svona rétt að lokum bara við áttum okkur á hvað þetta þýðir fyrir svona samfélag eins og Reykjanesbæ. Þar sem hafa svo sem verið margvíslegir erfiðleikar, en við finnum að þessi bætti árangur, hann er að skila minna brottfalli inn í framhaldsnámi. Það var líka vandamál á sínum tíma. Og þar var stór hluti unglinga að hætta námi og svona heltast úr lestinni. Og það sýnir sér líka góð einhvern á samræmdum prófum, hún er að sýna þetta samhengi gott gengi framhaldsnámi og háskólanámi. Þetta þekkjum við. Það sem er spennandi í okkur líka er að foreldrarnir eru líka á hættir í námi. Það er keilir, menn eru að endurmennta sig, menn eru að mennta. Þeir sem heltust úr lestinni, þeir eru komnir í framhaldsnám og eru að búa sig undir háskólanám. Þannig að þetta lítur allt vel út og ég segi bara, ef við bara fylgjum þessu eftir, þá munu þessi krakkar sem ég er að lýsa taka PISA í nefið árið 2015. Og það er mikið hollara. Og þakka. Takk fyrir þetta. Ef að fólk er orðið kaffiþyrst, þá bara að gera ná sér í smá sopa. Við erum nefnilega að vera stutt í annan enda hvað tíma varðar og ég veit að það eru margir komnir með spurningar sem þeir vilja leggja fyrir þetta góða fólk. Þannig að ég ætla að bjóða þeim sem eru búin að vera með framsögu og bjóða menntamálaráðherra sérstaklega velkomin líka, Illugi Gunnarsson, á meðan að þau koma sér almennilega fyrir. Þá skráið þið niður spurningar. Jón, gjörðu svo vel. En við munum þá hafa það þannig að við tökum við nokkrum spurningum í einu. Ég bið ykkur að segja til nafns og ef þið viljið vísa spurningunni á einhvern ákveðinn, að þá nefnið þið þann hinn sama. Fá að standa upp og nýta pontuna, þá er það líka velkomin. Ég færi mig þá bara til hliðar. Einhverjir með gjörðu svo vel? Já, góða kvöldið. Ég þakka fyrir þennan fund. Hafsteinn Pálsson heiti ég. Það er alltaf verið að ræða þessar mælingar og ég hef mínar efasemdir hversu gagnlegar þær eru. Og þá er það með tilvísun til þess að við erum með allt annað skólakerfi heldur mörg af þessu löndu sem við erum að bera okkur saman við. Við erum með annan lagagrunn, það er einhver námskráð, það er einhver skólagögn sem er unnið eftir og það eru skólastefnur. Það er samhengi þessara hluta og áherslur sem við leggjum og síðan
setjum við krakkan okkar upp á pall og segjum þið er að kunna það sama eða sambærilegt eins og aðrir sem eru að vera að gera eitthvað allt aðra hluti. Hvernig virkar þetta á ykkur sem sitja þetta í pallborðinu að hvað sanngirni varðar í samanburði á barnanægum ef við horfum á það? Kannski eitt bara svona eitthvað tæplega 30 ára gamall móli sem ég sá eitthvað línuritt einu sinni þar sem var að skoða samanburð á milli árangurs í skólastarfi einstakra fylkja í Bandaríkjunum og svo aftur á móti hver launin til þeirra sem voru að vinna í skólakerfum, ekki bara kennarar, heldur þeir sem voru að vinna að stýra þessu, leiða þetta, móta stefnuna og allt það. Og það var ótrúlega fylgni þarna á milli. Þetta var eiginlega galið að sjá þessa línu. Hærri laun, betra nám. Þessi lína sagði það, ég hérna trúir í enginn, en það var þessi lína, þessi rannsókn sýndi það. Takk fyrir. Fleiri? Gjörðu svo vel. Ég er að þakka kærlega fyrir þennan fund, Ragnheiður, aðalega vegna þess að þetta og árangurinn verður spurt þegar að barnabörnum mín verði hvítur. Þegar ég var ungur, gekk í skóla, þá var reikningsbók Elísar Bjarnasonar kennd og það var mikið af dæmum sem maður gæti nota til þess að æfa sig. Hún enn kennd hjá góðum kennum. Mælingar, þið talið mælingar og þið talið að það séu vondar. Ég hygg að svo sé ekki. Við þurfum á mælingum að halda til að vita hvort það kalt eða heitt eða á hvaða veg við erum. En við erum líka að passa á því að hafa þær settar fram óforvarendis þannig að menn fari ekki að læra á mælitækin og setja svona sprittkerti undir þannig að það var ekki lægi aðeins hittast í. Það hefur því miðborið á því varðandi samræmduprófin að það er engin samræmi milli þeirra og þessara kannana sem að eru núna til umræðu. Eitthvað er þar stórkostlega rangt miðað við ef við tökum út frá raungreiningu. Ef það er rétt sem hefur komið fram að sá tími sem notaður er til íslensku kennslu í kennaraháskólanum sé skopnýtill og enn skemmri í stærðfræði, kemur þetta þá mikið á óvart ykkur skólafólki að 15 ára krakkar okkar standa verulega verð að vígi heldur en þegar kennararnir þurftu að vera 3 ár eftir gagnbók til þess að fá titilinn kennari. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Já, góða kvöld, ég heiti Lára Óskarsdóttir og takk fyrir fundinn. Mér langar að vita hvort það hefur gerð ykkur rannsókn af því í hvað skiptist nám. Sko, ég er íslenskukennari á unglingastigi og mér finnst ég ekki fá nægan tíma í lestur. Ég er alltaf að greina orð og hliðstæða nafnorð og óhliðstæða nafnorð og eitthvað svona sem er alveg mjög mikilvægt í þessu lífi. En ég fæ ekki láta börnin lesa nægilega mikið. Ég fæ ekki láta þau rita nægilega mikið. Og ég er ekki að segja þetta á þennan skóla, þetta er mjög góð skóli, en ég heyri þetta líka af fólki sem er að kenna eins og ég. Mér langar að vita, hefur það verið mælt? Þú veist, íslenska fær x mikið tímistundatöfli hjá aldurshóp. Hefur það verið mælt hvernig er þessu skipt niður? Hvað er verið að kenna inn í þessum tíma? Og svo er önnur pæling, það er sko, að því að við erum að horfa á kúrfurnar fara niður svona mjög ánægilegt. Að kúrfan fyrir niður með að börn eru sko ekki að nýta eða reykja og allt þetta sem við vorum að gera kannski meira þegar ég var unglingur. Þetta hefur farið niður sem betur fer. En eru meiri börn í dag? Mér langar að þegar ég kom inn í unglingadeildina, að því ég er alveg ný í þessu, að þá einhvern veginn áttaði mig á því að ég er með svo mikið börn í höndunum. Mér finnst þess að ég sem er meiri börn í höndunum heldur en þegar ég var unglingur. Mér er 10 ára gamall þá maður að passa 4-5 krakka. 12 ára, 15 ára í dag ekki að passa sjálfan sig.
Þannig maður spyr sig, erum við að leggja mikið á, sko, þetta eru börn og eiga þá að vera börn, hefur við ekki rannsókn á því hversu mikið flóknara nám verið að leggja börn í dag á sama aldri og bara 1970, 1980, 1990 og whatever. Þannig að við, sko, þetta er áhugavert, maður bara kannan hvort það hefur verið lett að tvennt að vera rannsókn. Ég ætla að taka 2 viðbót á að ég leiði pallborði að fara að staðgjöra svo vel. Þorkell Sigurjónsson heiti ég og er framkvæmdastjóri á Háskólanum í Reykjavík og er nú reynda hérna í menntamálanefnd flokksins og er kannski að tala þá aðeins eldri og hærri stig skólakerfisins en við sem erum að starfa í háskólaumhverfinu við tökum auðvitað við þeim nemendum sem eru búin að fara í gegnum fyrri skólastig og finnum greinilega þessi vandamál sem snúa að íslenskunni sem er náttúrulega dapurt og stærðfræði og ýmsum öðrum raungreinum. Ég var að vona þetta að við megum sjá umbætur á næstu árum. En mér langar aðeins að spyrja svona pallborðið og kannski íkluga þá að því hvað hann sjáu fyrir sér varðandi sérhæfingu og svona þróun háskólastigsins. Nú höfum við verið með svo hjá Háskólanum í Reykjavík, einbeitt okkur að meiri fókus, verið að einbeitt okkur að tiltölulega fáum hlutum og í staðinn fyrir að horfa á breiddina og hvernig við getum séð kannski í skólakerfið þróast, ekki bara stíð með grunnskóla og framhaldsskólana heldur háskólastíð til framtíðar og þá horfandi á stefnu Sjálfstæðisflokksins og hvernig við getum aukið skilvirkni og árangur svona þegar við horfum á háskólanám í framtíð. Takk fyrir. Annars að færa þetta upp á það plan líka. Gjörðu svo vel. Góð kvöldi, ég heiti Ragna og ég er grunnskólakennari í 5. bekk og kenni í smáskóla. Og ég var á kennarafundi í dag þar sem voru verið að ræða nýja námsmatskvarðan, ABCD. Og ég er búin að vera mjög hugsi yfir þessum kvarða, ég hef ekki getað tekið henni sátt ennþá. Og í dag var kona frá Mentor bara að segja mér frá kerfinu sem þeir eru að skapa til þess að geta metið nemendur út frá þessum kvarða. Að segja mér ég yrði bara að taka mig sátt af því þetta væri svo frábær kvarði, en ég bara get ekki verið sammála því að það eigi að flokka nemendur, þú veist, niður í 4 dálka og að það megi bara einhverjum örfáir vera í A. Þú veist, það er bara verið, mér finnst þetta vera svona endurspegla svolítið sko hvernig þessi skóli án aðgreiningar hefur verið, þú veist, það eigi bara allir að vera þannig í miðjumóðinu og þeir sem eru svona vilja vera aðgreinar og vilja, þú veist, skara fram úr, þeim er svolítið ítt niður. Og mér finnst þessar PISA-könnun verður svolítið endurspegla það líka. Og við leggjum nú svo mikla orku, mikinn kraft í að hjálpa þeim sem eru þarna niðri og við erum stöðugt einhvern veginn að fókusera á þá og meðan við einhvern veginn höflum þeim sem að vilja fara áfram með duglegir þeim leikist í skólan. Hver er stefna flokksins í þessu? Ég verð bara ágjöf þessu. Ég verð bæðið með risastóran bekk fyrir öll 3 krakka í einu bekk, nú er ég bara með 18 og ég sé að þeim bara einhvern veginn þeim leikst þessi sem eru þarna, hvort sem við erum stólbekka eða litlubekk, það skiptir engu máli. Það er bara, við náum ekki að hjálpa þessu sem vilja skara fram úr og við viljum ekki sjá þau einhvern veginn ná árangur, við viljum bara hafa allan í miðjunni. Það er svolítið samfélagið okkar, upplifir ég. Og mér líður ekki verið að kenna í þannig samfélag, þannig að ég bara mér langar að vita hver stefna flokksins í þessu. Takk fyrir. Ég held ég bara bjóði Illu að hefja. Svörum, gjör það svo vel. Takk, kærlega. Takk fyrir þessar spurningar. Ég ætla svona að reyna að setja kannski inn í þessi svör, kannski nokkur atriði líka svona almenn og hugleiðingar mínar stöðumála. En Hafsteinn byrjaði að spyrja eða segja efast samanburð. Það er alveg rétt sem Hafsteinn segir að þessi kerfi eru ekki öll eins. Það er mismunur á skólakerfunum, mismunandi hvernig þau eru uppbyggð, áherslu þeirra og svo framvegis. Það sem þó kannski má segja að sé eins á milli landa og einstaklinga er auðvitað spurningin bara hvort maður sé læs. Það er að segja að þið lesið sér til gagns. Við sem höfum stundað nám erlendis við hliðina á fólki sem kemur úr öðrum skólakjörum, við þekkjum það að það er bara spurningin á þeim hverju tímapunkti sem voru með eitthvað erfið fyrir fram að því að það er ekki spurt úr hvaða skólakjörum komst, það er bara spurt ræður við þetta.
maður getur ekki borið fyrir sig í framhaldsnámi að maður komi úr skólakerfi A, B eða C og sagði að það er ástæðan fyrir því að ég er með þetta. Það er ekki svo slagi gefið. Málið er auðvitað þetta að þegar kemur til þess að PISA rannsóknum og könnunum, það er alveg hárrétt og það er mjög mikilvægt að skilja það að PISA könnunin er ekki einhver algildur mælikvarði á skólastig. PISA segir okkur ekki í sjálfu sér nema ákveðna hluti og það er ekki, má ekki líta svo á að niðurstaða í PISA-könnunum upp eða niður að þar með sér skólastarfið allt upp eða. Það er ekki. En PISA segir ákveðna hluti og það var í mikil mistök og mikil gáleysi ætla sér að reyna með flókinni orðræðu að skýra það í burt og láta eins og það sé. Þeir sem hafa skoðað spurningarnar og textana sem maður hefur sett fyrir börnum til þess að lesa, myndina sem þau að lesa úr og svo framvegis, sjá það að þetta er auðvitað bara próf í lesskilningi, það sem að snýra lesnum. Þetta er ekki það hvort þau séu læs. 30% talan er ekki að 30% drengja sem eru að ljúka grunnskólanámi séu ólæsir, það er ekki það. Í spurningin getur þau lesið texta, náðir við upplýsingar og unnið úr þeim, svara spurning. Ég verð að segja það við að svo staðreynd að það eru 30% strákana sem mæla svona. Nú kann vel að vera að það sé eitthvað skekk í þessu og það sé kannski bara 27% eða 25%. Kannski mannmetur þetta málið og kannski er þetta 35%, ég veit það ekki. En það sem við sjáum er svona leiknir að það eru bara fleiri strákar núna, mun fleiri heldur en árið 2000 sem eiga erfitt með að lesa sér til gagns. Skyldi það nú til dæmis vera einhvern samhengi á milli þessara staðreynda og þess mikla brottfalls sem við sjáum í framhaldsskólum? Hvernig skyldi þeim sem eiga mjög erfitt með að lesa sér til gagns gáta að tileinka sér námsefni í framhaldsskólum? Það getur bara hver sem sett sig í spor þess nemenda, 16 ára sem komin inn í framhaldsskólan á hausti og ábyrja að lesa allt það sem það er lagt að viðkomandi á erfitt með að lesa sér til gagns. Það sem ég held að sé líka atriði sem það er að horfa á er sko að skoða hópið sem er í á þrepi 0 og þrepi 1. Það er svona hópur sem við erum að tala sem að getur ekki lesið sér til gagns. Sá hópur hefur stakkað mjög mikið og saman tíma hefur hópurinn sem er góður og afbragðsgóður hefur minnkað. Það er líka svolítið áhugavert. Það kemur svolítið inn á það sem að þú varst að nefna varðandi miðjum. Er það þannig að það séu útilokandi þættir, það sé að við þurfum að velja á milli þess að börnum okkar líði vel í skólanum, þau séu glöð og kátt, að þau séu uppátækjasöm, að þau séu skapandi, að þau eigi góða félagslega þroska annars vegar og svo sé spurningin að velja það eða að þau geti lesið til gagns. Svarið er auðvitað nei. Þau þurfa bæði. Í nútíma skóla þá er það auðvitað það sem skiptir máli. Og við eigum að byggja á því, og það er styrkleiki í íslensku skólakerfi, að krökkunum okkar líður vel. Það er mjög mikilvægt að það. Og það gefur okkur sóknarfæri á því að bæta. En við þurfum að bæta. Það verður ekki gert með einhverju skyndi átaki, en það verður ekki gert með því að við þurfum að fixa þetta fyrir næstu PISA-könnun. Svo ég heyri suma að tala sko, nú er bara að gera átaka, en við komum betur út í næstu mælingum. Það er ekki svo. Þetta er langtímaverkefni. Við getum séð til dæmis eins og á Kanadamönnum, Þjóðverjum og fleirum sem hafa farið í gagngera endurbætur á sínu menntakerfi, sem hafa náð góðum áhrifum. Og enn og aftur, það er ekkert nýmóðins við það og alls ekki framúrstefnulegt. Það er heldur ekki vontum félagslega réttlæti, jafnrétti eða neitt þess áttar að geta illa lesið sér til gagns. Það er bara ekkert nýmóðins við það. Það er mjög gamaldags að geta nýmóðins. Þannig að ég vara mjög við því að menn svona reyna að tala sig frá þessum málum. En á sama tíma held ég að lausnirnar við verðum að horfa á alla þætti skólakerfisins. Ég tek sem dæmi, kennaramenntun sjálf. Ég átti mjög áhugaverðar samræður í morgun við kennara á fundi, en við frá Reykjavíkurborgar, þar sem ég og Flóttur fórum.
ásamt fleirum og Kjartan Magnússon. Og ég var að benda það í skýrslum grunnskólan sem var að koma út núna fyrir skömmu síðan. Þá var verið að vitna til þess að það hefur gerðar alþjóðlegar rannsóknir á því hvaða kennslu aðferðir kennarar og kennslu heimspeki kennarar aðferðast. Og það er svolítið merkilegt að íslenski kennarar skera sig alveg úr í alþjóðlegu samanburði. Þannig að þeir hafa meiri trú á, og nú kemur þetta hvað þetta heitir? Hugsmíðahyggju. Á hugsmíðahyggju, ábyggilega einhverju inni sem er ekki alveg kláð að fjandið það í. Fór aðeins yfir saman. Já, ok, ég ætlum að fara yfir. En spurningin er þessi, það sem kom fram, og ég þarf kannski að endur þessi tóku að segja, það sem kom fram var þetta, kennandi sögðu, já það er það sem við lærðum og trúum á, en svo þegar við komum í skólan, þá var ekki það sem við gerum. Það er mjög áhugavert. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Mér finnst þetta alltaf interessant mál til þess að velta fyrir sig. En mér finnst líka bara svo staðið að í bekk þar sem eru, nú segja 30 bekkar, stóðu bekk, segjum að séu 15 stelpur og 15 strákar, að það skuli vera þannig að í strákahópnum skuli 30% er með að lesa þetta í gags, en 14% í stelpahópnum. Það bendur okkur, það er ýmislegt sem við lesum til því. Í fyrsta lagi, það snýst ekki pening. Þannig að ef þetta snýrist pening, þá er ekki þessi mun. Nema að peningunum sé einhvern veginn deilt inn í kennslunum. Þannig að fyrir hlutar að sé stelpunum kennt, þá sé peningar í og svo sé bara ekki fyrir peningar að sinna. Við veit ekki. Getum við notað meiri pening í skólakerfið? Já, alveg öðrulega. En ég held að þetta sé ekki lausn. Við þurfum að skoða kennarana. Við þurfum að skoða skóla, við þurfum að skoða kennslugögnin, aðferðafræðina við það að komast til skila og svo framvegis. Við þurfum að skoða þetta allt. Vara bara við einhverju skyndilösnum. Svo ætti ég að reyna að fara þá aðeins ræðir gegn. Bjarni Kjartansson, bara þegar þú nefndi mig Elías Bjarnason, það má svo margt ræða mitt aðferðir við kennslu og starffræði. En mér langar þá að nefna einn, af því að þá bóksi ég pólitíkinn. Það kom svo seint til Siglufjarðar þess að nýmóðins kennsluaðferð. Bara svo langt að fara. Að hvað varðar færni, það er að segja að geta gert þetta. Það er svolítið skiptir svolítið máli. Margir ábyggilega hafa lært á hljóðfræði. Ef maður þarf að ná árangri í hljóðfræði, sem að byggir náttúrulega mjög á innsæi, á sköpunar getu og sköpunar gleði og allt þetta, þá er samt sem maður þannig, nú segja þessu piano, ég tek hlutinn á það, þú verður að ná tökum ákveðin grundvallar færni. Það er alveg sama hvað skapandi hugsun, ef þú verður ekki ná tökum ákveðin færni, þú myndu aldrei geta túlkað að tjála skapandi hugsun. Það er svolítið eins með þetta. Ef þú nærði ekki tökum ákveðin grundvallar færni, til dæmis eins og það að lesa þér til skilning, eða reikna grundvallaratriði, þá er alveg sama hversu skapandi í sjálfum sem þú getur orðið, þú nærði ekki alveg að fullnýta það af því þið vantar færni. Og við getum hugsað þetta svona. Það kemur strákur með foreldrar sem í grunnskólan 6 ára. Foreldrarnir leggja fyrir hönd skattgreiðendana 12 milljónir á borðið. Það kostar cirka 1,2 milljónir grunnskólabarn á ári. Og það er sagt hér 10 vetra verk á ári. Það er ekki ósanngjörn krafa af hálfu foreldrarna, einstaklingsins, drengsins 6 ára og samfélagsins alls að segja við viljum þegar þessum 10 vetra verkferli lokið að þessi einstaklingu geti lesið sér til gagns. En það á ekki verið það eina sem hann á að geta gert. Hann á að hafa félagslega færni og félagslegan þroska, hann á að vera skapandi einstaklingur sjálfsörugum, hann á að geta sótt sér hluti í skilið og allt það, en hann verður líka að geta lesið sér til gagns. Og hann verður líka að geta reiknað sér til gagns. Annars verður allt hitt svolítið frekar ég. Og við þurfum að gefa hissa á þessu brottfæri við textum þegar. Ég heyri það að því að Vala, því þú spurði með tíman, og það er áhugavert að skoða skiptingu í námskrá hérna á Íslandi í samanburði önnur lönd. Ef við skoðum á fyrsta skólastíg, á yngri kaffi, það er mikill munur á því hvernig við skipum með þetta þegar kemur að lestri, skrift og bókmenntum eins og kallað þessum alþjóðlega samanburði, og hvernig aðra þjóður gera þetta. Og ég ætla bara að gefa upp töluna bara mjög snöggt. Já, það er mjög það. Ég sýndi þeim. Ég sá að við vorum svolítið að hugsa eins. En það er bara mikill umhugsunar og það kemur inn í þetta sem ég var að segja upp hvað við þurfum að fara í gegn.
það að spurja svona spurning. Af hverju erum við að eyða minni tíma á fyrstu árum skólagöngunnar í þessa þætti heldur en aðra? Af hverju erum við að gera það? Við þurfum að svara. Þorkell, þú spurði mig háskólana. Það svolítið erfitt að segja með háskólan náttúrulega hvað að gera því þeir hafa svo mikið sjálfstæði. Því að því akademíska frelsi, eins og maður komast, gera það verkum að þeir auðvitað eiga að móta mjög sína stefnu. Spurningin sem við þurfum að svara stjórnmálamenn út af auðvitað svona eins og ytra skipulagi. Það að segja til dæmis hvaða stefnu eigum að hafa varðandi kröfur sem við gerum til skólana. Og ég nefni þetta ástæðu til dæmis þessar spurningu. Við erum með 7 háskóla, það er 3 mjög litla og 2 svona hálfgerða dvergaskóla. Eigum við að vera með slíkt kerfi? Það eru stóra spurningar. Það er hvort við getum ekki betur nýtt fjármunina með því að sameina skólanum og láta að vinna meira saman. Ég held það síðan. Ég held það séu sóknarfæri í. Ég horfi á Háskóla Íslands og meðalaldur þeirra sem er útskrifast með BABS-gráðu þar er 30,6 ár. Meðaltali í OECD er 26 ár. Það er mjög til umhugsunar fyrir okkur. Við erum með eina landið innan OECD-ríkja sem er með 14 ára skólafyrir til þess að undirbúa okkur fyrir háskóla. Þurfum við það? Er það skynsamlegt? Ef að breyta því? Ég held að þessu vega mikið rök fyrir því. En við höfum ekki að breyta því bara, breytingin er ekki markmiðið. Markmiðið er það að draga úr brottfalli, nýta betur tíma nemendana og nýta með líka þetta betur fjármunir ríkis. Og sveitarfélag. Og svo sveitarfélag. Má nú gleyma þeim. Má nú gleyma þeim. En svona bara lókum við þessari umferð. Og samt að teknu akademi. Næst það sem að Hrefna, þú veist maður nefna með Ragnar þegar segja okkur það ég skoða Hrefna. Að varðandi námsmat, ég er mjög hugsi yfir. Ég verði að játa það. Ég var búinn að taka ákvörðun það að fresta innleiðingunni. Ég verði að játa það, ég er bara ekki búinn að hugsa mig alveg gegnum þetta, hreint út sagt. Kennarar eru mjög ósátt. Já, eftir því sem ég skoða þetta meira, því fleiri spurningar vakna hjá mér. Ég er mjög að veltaði fyrir mig hvernig, fyrsta lagi bara svona aðferðarfræðin bak við þetta, hvað nákvæmlega er það sem menna það ná fram og hvernig. Og hvort að þessi aðferð sé heppilegust eða ekki. Ég er ekki alveg, það er ekki alveg búið að selja mér þetta. Þannig að ég er að mikið velta þessu fyrir þér. En þetta með sem að þú ert nefndið síðan, sem tekist svolítið því sem ég var að tala hér áðan, var þetta að skara fram úr hópnum. Það er alveg rétt. Börn eru mjög mismunandi. Þau þroskast mjög mismunandi og mismunandi hraða og það eru mismunandi hlutir sem að fá þau til þess að, hvetur þau á. Próf eru þannig að fyrir sum börn er þau frábært tæki til þess að hvetur þau á. Henta sumur nefnum. Ég bara þekki mig sjálf mig. Ég segi mér að próf skemmtileg, en þau hvötum á. Man líka eftir krökkur sem að prófum brutu niður. Maður þarf að horfa til beggja hópa. Það er ekki nóg að segja að því að próf brjóta niður, eða geta gert það, þá eigum við ekki nota. Eða draga mjög nota. Og þá líka held ég að það sé ekki mjög sterk rök að segja að við höfum ekkert að prófa eða meira og minna prófa mjög lítið af því að prófi fara að stýra skólastöðum. En nú aftur, það eru ákveðin hluti sem við þurfum að mæla og verðum að mæla. Og við getum ekki sagt okkur það að það séu 30% af strákunum, 14% stelpunum sem fari gegnum allan grunnskólan og geti ekki lesið til gagns í lokin. Alveg sama hvað við segjum allt hitt sem við þurfum að gera. Þannig að við þurfum að grípa inn í, þannig að þegar Jóhann kemur 6 ára inn og þegar hann er orðinn 10 ára og getur ekki lesið til gagns, þá þarf að gera eitthvað. Ef hann er orðinn 12 ára og hann getur ekki ennþá lesið til gagns, þá þarf að gera eitthvað. Ef hann er orðinn 14 og þegar hann er orðinn 16 ára og á farin í framhaldsskólann og getur ekki lesið til gagns, þá bara nefndi Jói í alveg ævintýralegu vandræðum á kerfi og við öll höfum brugðist. Og þessu þurfum við að breyta. Ragnar, veist þú bæta einhverju við? Já, ekki við þetta. Ég ætla að biðja ykkur samt að vera svolítið snör í svörum svo að fleiri geti komið með spurningar því að klukkan er 9:12. Ég er búinn að hafa svo góðan tíma til að hugsa. Þetta verður snakkað. Varðandi mælingarnar og samanburðarhæfnina, þá sem Hafsteinn spurði að við þurfum að horfa á stjöfu við það að við erum að standa okkur illa við lönd sem eru öllu leyti sambærileg við okkur. Þannig að við getum ekki hvort fræðið því.
Hafsteinsspur líka nefndi þetta með kennaralaunin og árangurinn og það sýnir sig bara til dæmis í þessari PISA-rannsókn að öll rík lönd í heiminum, þar fylgni á milli kennaralaunin og árangur. Það ekki þannig á fátækustu löndunum hins vegar. En í öllum ríkum löndum og við erum þar á meðal, þá skýr fylgni þar á milli. Varðandi það að lesa sér til gagns, ég saknaði dálítið að lesa sér til gagns dálítið finnst mér að tala ranga endastöð. Markmiðið ekki að lesa sér til gagns. Markmiðið að hugsa til gagns og lifa til gagns og lestur eitt af tækjunum til að ná þessu markmiði. Og við erum dálítið eins og það vantar meiri rómantík í samband okkar og læsis. Við erum dálítið eins og par sem ekki hjónabandsráðgjafa að rífast við því að við séum ekki nógu æsandi lengur. Það vantar eitthvað neista og við tróðum þessu að læsis til gagn, þessu hálfþýska hugtaki ofan í kokið á börnum ítrekkað. Og við erum að sjá merki þess að við erum að brjóta börn niður og við erum á miðstíði sérstaklega og við erum að mynda neikvæða sjálfsmynd með tilliti til læsis og neikvægt viðhorf til lestrar og læsis. Og það stóra vandamál. Við þurfum að endurskapa neista í sambandi barna og læsis. Við þurfum að hætta að tönnast á því að þau að lesa sér til gagns og bara hugsa það að þau þurfa að fara að lesa sér til ánægju og yndisauka. Þegar við náum því, þá náum við miklu. Varðandi reikningsbók Elíasar, frábær bók, svo langt sem hún nær, en það alveg hárrétt hjá þér að of einhæf mælitæki sem áratuga gömul bók sem alltaf með sömu dæmin, það skapar ákveðna hættu og sérstaklega þá sem þú nefndi, menn læra á mælitækin og það kom mjög óvart í hinu nýja samræmda menntalandslagi Bandaríkjanna. Það var gríðarlegur skandall í 2 fylgjum Bandaríkjanna sem áttu sömu prófin þegar 2/3 hluta nemenda gátu ekki reikna Pýþagórasarregluna vegna þess að það vantaði þríhyrninginn á myndina. Og kennararnir höfðu kennt þeim að reikna það með þríhyrninginn á myndinni. Og þeir voru bara búin að kenna þeim fyrir prófin og það hafði virkað fram á því, svo breyttust þetta örlítið og þá fór allt í rugl. Og við þurfum að gera þetta því að það hárrétt. Varðandi háskólann og raungreinarnar, menn þurfa að leggja inn til að taka eitthvað út. Og ég spyr þeir sem að koma til ykkar og safna sér hæfni í raungreinum og þekkingu, hversu stór hluta þeim skyldi skila sér aftur inn í skólakerfinu, hversu mörg eru þeim fara inn og byggja þennan grunn sem að þið ætlið að taka upp úr. Við grunna það sé of lág og fáir, vegna þess að launin eru bæði of lág og það ekki viðkvæðið hjá fólki með þessa dýrmætu menntun að snúa sér af kennslu, en við keppum ekki við það, þannig okkur vantar hana inn. Ég held að hlutföll í kennslugreinum, þetta ekki mælt. Við höfum enga vissinni við þetta. Við leggjum áherslu á það sem í samræmduprófum, það bara þannig. Og það þetta stagl. Samræmduprófin íslensku eru voðalegt fyrirbæri og ekki neinu samræmi við námsskólana. Duglegum börnum leiðist og í skólanum og það er mikið viðjumóð. Þetta vil ég bara segja, ef við kennum öllum það sama með sömu aðferðum og á sama hraða, þá getum við ekki búið til neitt annað en viðjumóð. Það er óumlíðanlegt. Takk. Jón, rannsóknir, gildi, Ég hætti bæti engu við þessa spurningu sem hér er að skoða. Nei. Við viljum ræða líðan barna og annað slíkt, en ég hætti bæti engu við þetta. Árni, þeir eru búin að nýta ykkur rannsóknir? Ég finnst þetta bara að vera mjög fínar ábendingar. Ég er svo hjartalega sammála Illu í því sem hann er að segja og finnst mér Ragnheiður vera að segja sama. Þetta er orð að lesa sér til gagns. Lesa þannig að maður skilji það sem maður er að lesa og að maður hafi þá ánægju af því, njóti þess. Mér finnst þetta að vera alltaf sama. Það er bara að það sé einhver skilningur í því sem þú ert að lesa. Þú skiljir það sem þú ert að lesa. Þannig að ég held að við hljótum að fara þá leið. Það er eitt sem ég vildi velta upp hér. Það er þegar við erum að tala um að breyta kerfinu. Og þá hef ég áhyggjur af því að sveitarfélögin, þau eru sett yfir skólan. Þau eru með fjárhagslega ábyrgð á skólan. Það eru þau sem eru að semja laun kennara. Það eru þau sem eiga að vera að fylgja eftir stefnu, þannig að það er sem sagt framkvæmdaraðili og rekstraraðili skóla, en það er ríkið sem setur markið, setur línu. Þannig að það er þá gríðarlega mikilvægt að sveitarfélögin komi að þessari stefnumótun meira, finnst mér, heldur en er í dag. Það er svona einhvern veginn eins og það sé ríki og ég reyndi sem betur fyrir illu í segja, en það stundum er það bara öðruvísi. Þarna þarf einhvern meiri samflug og ef að menn ætla að fara að taka þetta kerfi í gegn, þá þarf líka að taka þetta í gegn.
Þorbjörg, viltu bæta einhverju við? Já, takk. Ég tek undir með Árna. Ég er sammála eiginlega öllu því sem að Illugi er að segja hér og ég hlakka bara mjög mikið til að sjá breytingar koma í kjölfarið. Ég vil fá að nefna eitt í þessu samhengi. Við höfum alltaf átt svona samstöðu Íslendingar um að grunnskólinn sé ókeypis, hann sé grundvallartæki okkar til þess að krakkar komist á sama stað út úr honum. Við erum ekki þar. Og ég held að við þurfum að tala um þetta út frá þeim grunni líka. Við erum ekki að nota þetta sem tæki til að jafna fólk og gefa þeim sama tækifæri til að velja sér starf eða framhaldsskóla eða hvað sem þeir ætla að gera. Og ef þessi leikni, Hafsteinn, sem við erum að tala um, þetta skill sem er svo gott enskt orð, er ekki til staðar að þá getur þau ekki tekið næstu skref þó þeim dauðlegist í skólanum eða þau finna sér ekkert við hæfi. En það kemur kannski eftir 2 ár í starfi sem unglingur að þau vita hvað þau vilja. Þá geta þau að minnstakosti byrjað einhvers staðar. En þetta brottfall er staðreynd út af því að þetta kerfi er ekki að skila jafnum tækifærum að mínum mati. Ég held að við þurfum aðeins að fara að tala um það. Og við höfum bara aldrei að gefast upp á neinu barni og ekki heldur barni sem er afburðar. Aldrei. Það var bara alltaf að ýta þeim áfram. Og ég hef séð bara of marga krakka og stráka sérstaklega þrífast illa vegna þess að þeir eru bara svona aðeins eins og ég, ógeðslega óskipulagðir og þetta bara út um allt og helmingurinn einhvern með þetta að hafa skilað þessu ógeðslega fínt. En kannski náðu þeir 10. Og þeir eru kannski með dæmun upp á 10 og bara elska eða hvað sem það er. Og við verðum að passa okkur að þetta skils sé eitthvað dregið niður. Ég er bara smá stressu með að þetta sé svolítið svona að gerast. Nú styttist í annan vendan allverulega. Ég fekk hálftíma í náður. Hann talaði nefnilega ekkert á undan. Ég langaði bara að segja eitt með, það er búið að svara öllu, ég er bara mjög ánægð að heyra illa að hugsa þessa ABCD en þetta er bara skeri dót. Og Lára, varðandi íslenskuna, tölunar töluðu sínu máli, við erum með miklu minni tíma, heldur en aðra þjóðir. Við erum líka ekki að nýta Kjalnesingasaga, þau er ekki að tengja. Ef þú myndir vera með Arnald og láta þau gera dagblaðsfrétt Arnald og söguna sem að gerast fram í tíman eða aftur í tíman, þá myndir lesskilningurinn verða að eiga sér stað. Það vantar það alltaf svona, en bara með tíma, þau vantar tíma. Þá næsta hol, gjör svo vel. Mjög stutt orð. Já, góð kvöldið, Helga heiti ég. Ég er hvorki kennari og ekki í flokknum, en minnst þetta mjög áhugavert. Þú ert velkomin inn. Og ég vil sérstaklega þakka kennarann fyrir hans innsýn inn í hvernig þetta er. Það er svona ólíkt hinum, en mér langar bara að spyrja stefnu þá sérstaklega, spyrja menntamálaráðherra og þá kennarann með námsgögn. Námsgögn? Já, ég er ekki sérfræðingur fyrir því, en mér finnst það vera eitthvað sem ég heyri að er bara algjörlega staðnað kerfi. Hvernig við fáum námsgögn inn í sérstaklega, öll skólastig. Takk fyrir, gjör svo vel. Já. Árni heiti ég ætlaði bara aðeins að spyrja vegna þess að þið voru svolítið að tala um grundvallarfærni og við var svolítið að leggja áherslu á það. Er einhver von til að við sjáum meira val hjá skólum til að setja sér markmið grundvallarfærni heldur en er kannski í dag? Hvað meinar þú? Ég meina það að þú getur kannski valið og einhver skóli getur skilgreint sig að hann ætla að setja sér markmið svona grundvallarfærni í ákveðnum þáttum. Þannig að þú getur ekki klippt þetta í sundur eins og þú er svona að hugsa grunnskóla eða framhaldsskóla? Ég er að hugsa hvort tveggja. Má ég spyrja það betur, ertu að meina, er þetta ekki hægt í dag? Nei, ég er að spyrja hvort þetta sé hægt vegna sem ég er mikil áhersla á samræmduprófin og eitthvað svoleiðis og eins og ég er að skilja þessar kannanir og það sem ég er að segja. Notabene ég þekki kerfið ekki gjörla. En hvort að það sé möguleiki, það er grunnskóli sem skilgreinja við erum að velja hérna ákveðna þætti sem einhverjum 4 þættir í grundvallarfærni eða eitthvað og við veljum dans og við veljum tónlist eða myndlist eða eitthvað svoleiðis og svo eru aðrir sem ætla að vera meira hefðbundnir og þeir segja að við keyrum á starffræði, líffræði eða eitthvað sem ef einhver svona dýnamismi er hann mögulegur eða er einhver áherslu í það? Takk fyrir, gjör svo vel. Sigurður Harðarsson heiti ég, vinn í fjármálum, ekki skólamálum. En þá koma nefnilega peningarnir. Illugi ætlaði að leggja 12 milljónir á borðið fyrir barnið í gegnum 10 ára grunnskóla. Já, það er það. Ég held að sér að það er 15.
ég kann tölulega rétt, getur verið að þetta voru að kunna þetta fyrir þig. En við erum með dýrt skólakerfi, ég held að þessi pínlítið fíll í herberginu. Ragnar talaði það að laun kennara væri lág á Íslandi, undir meðallaunum í samfélaginu. Og ég held að hann fara alveg rétt með það, að góð samfélag að borga kennurum meðallaunum eins og því. Þannig að við erum með undir borgaða kennara í einu dýrasta skólakerfi heims og við reyndar greiðum meira fyrir menntun grunnskólabarna per þjóðarframleiðsla mann heldur nokkurt annan land í heimum. Þannig að einn mælikvarði erum með dýrasta skólakerfi heims. Svolítið fíll í herberginu að tvo í sikur áttir. Við þurfum að hækka laun kennara, við erum með þegar dýrasta kerfið. Er þetta eitthvað sem menn freista sér til að takast á? Fíll í herberginu, mjög snöggt, skólamannagreiningar. Ég upplifi það í umræðu skólamál að þetta sé bara eins og einhver jafnbröttaleg sem það kert á skólakerfinu fyrir 10 ára síðan. Og við vitum alla hvort þetta er gott eða vont, en við erum eiginlega hálf vönguð þetta. Er þeirra að takast á þetta? Er þetta fíll? Takk fyrir 2 viðbót, Bryndís og svo Hildur Gjörsvel, 3. Bryndís Loftsdóttir heiti ég og er í allsherjar- og menntamálanefnd og ég er jafnframt hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda. Ég hef svo litlar áhyggjur af þessu með lestur barna og bókmenntakennslu eins og Lára kom inn á. Mér finnst mjög nauðsynlegt að börn lesi sér til gamans, en ég velti því fyrir mér og velti því hérna til Illuga þá, hvort hann telji líklegt að ríkisútgáfa námsbóka sé vænlegasti kosturinn til að útbúa skemmtilegt lesturverðarefni fyrir börn. Og ég tek undir, og ég tek undir orð þín með skólan aðgjörninga, ég efasemdir það og ég held að það hefur verið keyrt áfram af miklum krafti hjá stjórnmálamönnum á mjög illa undirbúna grunnskóla og við sem eigum slík börn höfum öll fundið það. Þannig er það. Takk fyrir Hildur. Hildur heiti ég og þetta snýst að geta lesið sér til gagns náttúrulega. Það er annað en tæknilæsi. Það byggist rosalega mikið á hugtakaskilningi og málskilningi. Hvað mann staddur í móðurmálinu? Við erum að sjá alveg svo hún Toppa benti á að bara við erum að sjá þetta strax í 5 ára hljómprófum í leikskólum, hvernig svona hérna almennri málþekkingu henni þegir ekki frá. Og hérna var svona hugrenning sem ég hef verið með undanfarna daga möguleiki að við íslenski foreldrar tölum að meðtali minna við börnin okkar heldur foreldrar annarra landa. Ég veit ekki hvort þú eru að gera rannsókn á þessu. Jón, getur kannski svarað þessu eftir? Skólakerfið getur bætt sig, ég er ekki að gera lítið úr því. Rannsóknargreining. Við foreldrar mannst mikið oft að ég held andlega fjarlægð. Nú þekkir maður ekki öðrum löndum, en þetta er svona eitt af því sem að mér finnst að við getum svolítið svona blásið til sóknar með. Það er að vera viðstödd og kenna börnum okkar móðmáli. Við foreldrar. Takk Hildur, Inga Jóna. Inga Jóna Þórdóttir heiti ég. Hef bæði verið kennari fyrir nokkru síðan og stúdera heilmikið fjármálskóla bæði með borgarfulltrúi og við fleiri tek undir þessum bæði Hafsteinn og Sigurði hérna að vekja máls á að það er þessi þáttur sem Ragnar myndi, laun kennara. Ég er alveg sannfærð það að kennari sem er ekki ánægður með launin sín getur haft neikvæð áhrif út í skólastarfi. Ég er ekki að segja að það gerist, en hann getur það. Og ég hef lengi verið þeirra skoðunar að það verði að gera átak í því að hækka laun kennara. Fyrir mörgum árum skoðaði ég samhengið milli fjölda nemenda versus fjölda kennara. Og Ísland var alltaf í topp, ef maður kalla það topp, þar sem er fæsta nemendur á hvern kennara í grunnskóla, þegar við notum reyna, var það undir jáhalskóla. Ég veit ekki alveg hvernig nýjastu tölur en ég hitt að við séum stöndum mjög framalega, ef að svo má segja þessu. Mínir tankar hafa gengið út á það að ég held að það sé útilokað að gera verulegt átak í að bæta kjör kennara nema með róttækum skipulagsbreytingum í kenningu. Og þess vegna spyr ég helst á Ragnar sem að þekkir þetta innanfrá og er inni í þessu, telur að það sé grundvöllur eða forsendur til að ráðast í skipulagsbreytingar sem muni skila þá kennurum betri launum
og vonandi meiri virkni í skólakerfinu og vonandi meiri ánægju bæði við kennaraborðið og nemendum. Takk fyrir. Við erum komin yfir á tíma og við erum þetta bara að ræða mjög mikilvæg málefni, þannig að ég veit að þið viljið fá að heyra svörin. Ég með 2 fyrirspurnir til viðbútar, annars vegar til Illuga frá Bergþóru Þórhallsdóttur af í gegnum Veraldarvefinn. Hún spyr nú staðan svo að ákveðið rek hefur orðið í skólakerfinu og grunnskólinn farin að kenna námsefni sem áður var kennt á framhaldsskólastigi. Hvernig staðan varðandi hugmyndir styttingu námstigs stúdentsprófs, með búast við aðgerðum á næstunni og mun stytting bitna á sveitarfélögum með auknu álagi á grunnskólakerfið. Hvernig sérðu fyrir þér samræðu skólastigana í þessu sambandi? Og Árni fær fyrirspurn einnig frá Bergþóru. Hvaða mælingar eru þið að nota í lestri? Hvernig er heimanámi háttað? Skipuleggur það eða er heimanámið samráð milli heimilis og skóla? Er það skólinn sem skipuleggur það eða er það samráð milli heimilis og skóla? Illugi, byrjað þú ekki bara? Ég skal byrja. Það er að geta hraðið og síðast. Taka saman þess að Helga var að spyrja mig að og Bryndís var að spyrja mig að var allir námsgögnin. Fyrst vil ég segja þetta að ég búinn að taka ákvörðun það að sameina námsgagnastofnun og námsmatsstofnun. 2 stofnanir og það verða, við viljum að vinna við það að gera þetta einni stofnun og ég vil